Útastöðun FM957, þá vitið þið að helgin dottin inn. Klukkan orðin rúmlega 4 og FM95 blöð þau hafið göngu sína þennan föstudaginn 16. september. Auðun Blöndal heiti ég, sitt í mínu sæti og við erum með fullan bát. Það allir sjóarar landsins mættir hingað og Egill og Steindi, ég hættur einhvern veginn að byrja alltaf á öðrum ykkar. Ég ætla bara að fara beint á okkur báða, þið ekki góðir? Jú, ég bara hef sjálf að verið betri. Ég ætla að vera hreinskilinn. Já, gýrið þér? Já, Það er föstudagur. Það er föstudagur. Það er góð að vinna þátt, hann er alltaf á föstudögum. Það væri skrítið að vera í þessum gýr alltaf á þriðjudögum til þess. Já, og það sem við hefum líka verið að tala svona um, að við erum allir að fara út að skemmta okkur annarkvöld. Við erum búin að vera að tala um það og það er svona að maður fyrir peppaðurinn í helgina. Já, þetta er stór helgi, þannig séð. Þetta er risa helgi, svo það er betan á Call of Duty líka að opna á eftir og ég ætla að taka smá gaming í kvöld. Skildi helmingin aðeins svona sagðar hérna? Betan á Call of Duty. Betan, ég veit ekki svo hvað það er. Það er nýrleikur. En þetta er eitthvað svona, þetta er ekki loka version. Nei, þetta er í rauninni, það kemur nýrleikur í október og ég er að fara að sæna minni kvöld og í rauninni er ég bara svona smá tilrauna rotta og hérna það er verið að svona hleypa fólk inn og hvað leifaði það bara öllum að spila frýtt? Er þetta alltaf frýtt? Nei, þú þarft reyndar að vera búin að kaupa leikinn en þá getur þú spilað og hérna. Veitu hvað kemur út Call of Duty? Hvað, nýju leikið fyrir svar árið það? Minnst það svo alltaf að fara í eitthvað nýtt mission í Call of Duty? Ég held að það kemur út leikur árlega. Úðarlega ekkert aðeinslega lélugur í þeim leika það ekki. Það er svo flestum tölvuleikir. Það er þitt álit. Þú ert út slagur í honum ekki? Já, þú veist, jú, mér hefur farið skrítið, því meira sem ég spila því verri verði ég. Það sem að þetta ætti að vera öfugt en ég er líka búin að bara breyta hvernig ég spila leikinn. Ég var alltaf bara að fela mig í runnum. Núna er ég komin á vígvöllin. Varst þetta að fela því í runnum? Já, ég fór inn. Ég var bara Hvernig lennur því? Ég var sniper og ég var skelkaður. Ég var bara, Hvað verður maður stressaður í tölvuleik? Já, ef ég sé annar lið hlaupandi rétt hjá, þá fel ég faldi. En núna hef ég ákveðið. Ég myndi hlaupa in the open battle. Já, ég hugsaði bara, hvernig verð ég betri í þessu? Þú ert skotin á þeim leið, sko. Nei, ég er einn að fáum Íslending sem kláraði leikinn Killzone, sko. Það er enda rosalegt, sko. Egill, ég ætla að taka upp hanska fyrir auðvitað það af því að, sko, með hvað auðvitað spilar lítið af töluleikum en nánast enga töluleiki bara, þá er það rosalegu gamer, sko. Ég myndi, ef ég færi all inn í þetta, það væri stór hættulegt. Þetta er bara sama með þetta og allt annað í kringum. Ég er svo mikill fíkill og ef ég færi all in í the gaming world, þá myndu við bara ekkert hitta mig mikið. Nei, og væru bara í því. Hvað ætlar þá að gera þegar því meta world kemur? Ég forðast breytingar og ég mun halda mig frá það meta world. Ég ætla ekki eitthvað betri heim eitthvað stær annar staðar heldur með fjölskyldunum. Þú átt 100%, núna er ég að lofa þessu, þú átt 100% eftir að eiga betri heim annar staðar. Bara þú ferð inn sem hologram einhver staðar. Það hljóma hræðilega. Nei, þú tekur fjöluna bara með. Þið farið saman í betri heim. Það kemur líka ljós. Það kemur ljós fljótlega hvort að glöða sé álur gamer. Þeir verður bara að keppa við hvern annan í 3 leikjum að eigin vali í arena munið. Það er dettur í það. Blökasti? Nei, þeir eru blökasti. Það sjáum við bara, blöð bara natural born gamer. Það fara að pakka okkur saman. Nei, ég er nefnilega ekki natural born gamer. Málið með mig er að ég er fíkill. Þannig þegar ég byrja og til dæmis segjum að við myndum byrja að geima á sama tíma, ég og þú Egill, og bara myndum velja okkur eitthvað leik. Þú myndir ekki vera jafn mikið og ég ef ég væri komin all in. Já, það er munun. Ég er ekkert eitthvað betri en annar að koma bara beint inn í eitthvað törnuleik, sko. Nei. En ég tækir nettan svona Sverrir og Kösa á þetta og ég myndi I would live there. Já, það er líka svakalegt að spila með eins og Kös og Svessa eða Pete og svona mönnum. Þú sæna inn á sama tíma þeir, eins og þú ert að tala um. Förum allir saman inn í nýja leik. Svo næst þegar ég fer í leikinn, þá sér maður bara levelin sem þeir eru komin í. Það er bara, þú veist, það er ekki hægt að líka saman. Já, þeir eru bara með 100 klukkutíma á mann alltaf í öllu bara. Þessi bara minn besti vinur. Mér langar svo að vita, er hægt að sjá hvað þú er 1 mörgum mínútum í einum tölvuleik? Já, og það er meira sem hægt að sjá hversu miklum peningum þú er eitt í eitt tölvuleik. Og það er tala sem Svessi vill ekki kíkja. Nei, ég held að væri meira áhugaverð að sjá hvað er Svessi búin að eyða mörgum mínútum í Destiny. Já, þú getur ekki, það er ekki hægt að Hvað er það sem komið ár? Hann myndi aldrei segja það. Hann er einn að fá Íslendingur sem spila sko að þegar Destiny kemur í bylgjum, það kemur bara leikur, svo eftir 5 ár kemur annar og svona dæmi, eins og gengur að gerast. Ég ætlaði að spyrja mig það, við fórum út í eitthvað annað, því að Call of Duty kemur á hverju ári, sagðirðu. En okkur ekki ef að söluðasti tölvuleikur allara tíma, er það ekki Grand Theft Auto, okkur kemur það ekki á hverju ári? Er svona erfitt að gera hann? Já, ég held að sé mjög flókið að gera hann, en já, það er þetta
góð spurning. Þeir Kemur hann ekki bara eitthvað 7-8 ára fresti? Jú, en hérna, þeir lofuðu nú fyrirtækið sem ég man ekki alveg hvað hér, Þeir eru Takes ekki alltaf Two. að lofa ef að hlutabrifinu fann að lækka og segja að styttist í næsta leik og ég nú heldur er heita komið hann eitthvað Takes Two eða eitthvað framistlu veit ekki, manna ekki, þeir eru með fáa leiki en mjög góða. Þeir henduðu mitt í þetta umræðum daginn og leið og svona þegar allt var að droppa þá henduður út að það er svona GTA 6 er Þetta inn í vinslu, þeir pössuðu sig að En segja getur ekki kæft á móti félaginum í honum eða Jú, hvernig? jú, þannig er eitt vinstalisti streymisleikur bara í heimi í dag Geturðu keppt í Grand Theft Auto? 10 ára gaman Hvað er anskotanum þetta að En gera? þú- Ég skil að ég er ykkur skotleikir að vera að drepa þig En Það er hvað í bara- fokkanum er ég að gera í þeimleik? Ef við sænum okkur allir inn þar þá fer ég og bara mitt hús og mína bíla og ég get bara keyrt inn í götuna sött og kíkt á hann og við getum farið saman í eitthvað, þetta er bara þannig Jöfull er þetta búið að breyta sig en það var bara í dökkant með plastbissuna alveg uppi sjór Já, hvað var þetta bara Super Mario Já. Bros? Allir feskir þetta var Núna ertu bara geðveikur, sko. að hittast Varst það shooter í dökkant Já, maður ekki þarf 100 og lægandi ekkert já bólinn og taka upp dökkandbissuna sko Já, ég held ég eigi hann eitthvað Já, Getur þú þú fær- selt hana? Já, og fær fína pening fyrir hana sko Dökkant var rosalegu leikur En þetta er eins og hérna Steindi sagði Egil, þetta er risa helgi Já, Já, sko Það er double header Þátt að því að ég er að brúðkaupalöð á ég er að morgun. vöka mig Fint fös lausun Já. Ég verð 1,35 cm á mánudaginn Þú nærðið ekki í mig á mánudaginn Þú ætla að ringi mér sleftið á mánudaginn En þetta er svona Andskotinn að það er hafi. mikill munur að vökva sig og fara all-in Þetta er tveggjata rall eða þú er svona hreinskilin Ég var að drekka alkohol í ger sko Já, Því Hvað miður varst að gera í ger? Á rútgóðpartí Á spili Og varst að hella í þig? Og hérna Já, ég veist, út af því að það var free beer sko Já, já. Og ég er með reglu í lífinu Að ég ef mæti það er free partí beer, þá drekkur Já, ég mæti partí Já. og það er free beer Já. og þetta heitir örlaga spili og entertaining shit sko og ég veist að free lightbjór og ég elska lightbjór Já, já Þannig ég held honum bara í mig Já og sér að veist vaknaði Ég held að morgun séu flestir íslendingar þannig Ef það er fritt að drekka þá verður maður að fá sér Sko, af því að þú Það ert er bara einhver regla hjá Já, íslendingar ég meina hvað veit, ég sleppaði að fá mér beer Það er ekki hann er frýr Af því ég þekki þið svo vel Vertu alveg hinskilinn Hafður samband við staðinn Og tjekkaður hvort það væri lightbjór í boði Nei, ég reyndar ekki en ég var svo ánægður því ég sá það þegar sko, Já. því ég lappi inn BB King, alltaf, þetta var matöllin hana í Gróska, já, Já. hann var hliður og hörðu Rósa BB, þetta ég lappaði ekki ennum matöllina sem hann Árumóla Arokannu með sín shit og Og það DNA maðurinn og Þetta er fleiri mjög huggulegt hérna setup, þetta er svona Asian fusion hérna innréttingar Þetta er mjög snirtilegt og Já, flott þetta er Já, mjög flott. flott. Ekki Já. það að hina matvallarnir En málega BB Já, King er búin að málega BB King elskar að breyta $1 í 2 Þannig að hann alltaf er ekki að græða nógu mikið á matöllinu Hann opnaði sal sem er bara gegnum eina svarta hurð hana og þann leigir hann sal út fyrir fyllir í Já, já. og þar var ég og ég sagði með til BB King leiðu kom ekkert með hérna lightbjór og hann sagði hvað heldur þú? Það fórum bakvið, náði ykkur á tunnu, kom með það fram Já, sko ástæðan að því ég spurði það því að við erum að fara í brúðkaup á morgun allir saman og Egill er búin að vera núna í símanum í allan dag að tjekka bara á hvernig vín verður í bóði Egil er svo einu sem ég þekki sem gerir þetta Já. Meira sem þegar ég er að halda ammali mitt og ég hef haldið nokkur þá hefur hann alltaf að tjekka bara er ekki pottitt nóga sterku og nóga þessu eins og hann sé einhver ég veit Ég er ekki, að vara menn við bara og þú vilt ekki lendi því eins og Horny Tatman að gifta sig á morgun hann vilt ekki lendi því að klúan 20:30 áfengi er búið Nei, nei. alveg verið skell Þú vilt frekar hafa ómikið og lítið og ég er að halda skila honum á tónnum Þetta er svona svipa eins og Auði myndi bjóða okkur í dinner í kvöld og þú er að spurja hann hvernig rauðvín hann er með í bóði Já, Já, ég og líka bara hvort það sé ekki til nóga kjúkling Já, og þetta er hvort sé nóg, allt já. til í takkos Það er að taka eitthvað með mér Ég er svolítið að halda mönnum á tóð Ég var einmitt að senda Horny Tatman þetta er góð punktur á ég er að spyrja hvað það sem læbjór ég er ekki bara að spyrja hann að því sko Nei. ég hlakka til að svara þær sko Svo er ettu hátíðina á sunnundaginn Já, við viljum að kíkja þangað líka og leynilöggan tilnæmt í hinn og þessu og Já, þetta verður Það eru marga tilmynninga, það er alltaf löggan löggan og svo er stóra svið og svo eru tónlistamöndir Já, þannig að þetta mánudarnir verður erfiður sko Já, þegar maður verður vel þunnur og tómhendur eins og allar aðrar ettur eitthvað já, Ég en held í að- stemningu Já, Í alltaf í stemningu, gír. fullandi stemningu leynilöggan gír lítur að fram að taka leynilöggan tekur eina styttu það ekki Nei, þetta en er þú eins og veist, það. þetta er Ég veit stemning það ekki bara Það verður gýr, sant? við erum allar að verða mikið Já, og talandi um gýra, þá erum við með, já, gýran þátt í dag, kæru hlustendur. Ég elska gíranir, sko. Já, þú vilt gýra hlutina.
Já. Við erum með þekkið ekki sem að hefur ekki verið í 2 eða 3 vikur. Ég ætla að reyna að koma því inn loksins núna. Já. Steindi Junior, hér stendur nýr liður. Hver myndur vera? Já, ég ákvað að taka einn nýja lið bara, Nýr dagskarliður. Já, það er alltaf stórt. Hver myndur vera? Hver myndur vera? Þú skrifar mynduru. Hvort segir maður? Ég skrifaði hver myndur vera með usunni. Ég held maður að segja það Hver nú. myndur vera? Nei, myndir vantarlega hver myndur vera? En þú lítur vantarlega að vera með spena í dag, er það ekki? Strákar, ég er ekki með Hættu þessu, ég ætla að hætta að trolla. Það fannst með frábær liður. Sko, málega það Spenar. Málega það, sko Það var ekki lagið, það er mála Með spenar virkundu virka. Það skiptir ekki máli hvað ég kem með þetta. Það er köttað á það leið. Nei, sko, ég kött ekki á það. Ég er búin að beða íslensk slúður í marga mánuði. Ég er búin að beða augljósar. Ég er alltaf að segja blöð Hvor er nettari? Hann er í dag. Nei, hann getur ekki verið í dag. Hvor er nettari hrikalega erfiður liður? Ég sagði ok, Svo sagði ég hræðilegu liður. Það er einhver ullingur sem hrækir á kápu ömmuðunar. Hvað segir þú? Hvað er nettu liður? Hræðilegu liður. En máar og spenar er mjög góður. Máarnir fengu ekki góð dag. Jó, býta, það er könnun í gangi. Ég seti könnunum Instagram hjá mér. Eiga mávar að vera í dag eða ekki. Ég skal bara tjekka hérna. Hún var nú komin, það var 80% já að það þegar ég kýrt. Þjóðin er að láta heyraleg. Ég lýsi það. Þú getur farið inn á Auðun Blöndal á Instagram og kosið. Ég er að tjekka, málið er að máarnir er að það er 79% sem segja já, 21% segja nei. Já, og það finnst mér vera sokkurblöð, Já, það er rísa sokkur. 80%, það er góð kostning. Til dæmis að það var í alþingiskostningum og svona. Ég veit ekki tæft, Nei, þetta er ekki 50-50 kostning, Þetta er alveg bara, þetta er walk-over. En ég held að Því miður fyrir, þig, en til hamingju Steinþór. Já, ég veit það. Það er svolítið K.O. og þeir hannar, Borða þennan sokk. Ég veist ekki að það væri svona virtur liður. Þetta er mjög virtur liður og málega, það má ekki gleyma það. Það er máva pláa. Ég er að fá send núna á Instagram. Það er eitthvað þér að kenna Steinþór, Hún er samt svolítið að deyja. Það er ekkert allir að tala um máva eins og þú byrja með liðin, Ég sverða, ég er að fá send svo mikið Sverðu það? Já, ég lofa og sverða. Svítukross. Ef þú sverða það, ok, hvað ætlar að sverja, bara svo veitir það, þá ætlar að tala um þú að sverja upp á bönni. Nú er ég að sverja. Nei, hörðu, langt síðan að sverðu það. Já, við ættum að Hann er að sverja það nú. En núna er ég að sverja. Ég er að fá, oft þegar þú segir eitthvað, já, ég fæ mikið sent, þá kannski að 5 sentir. Ég fæ mikið sent. Ok, hvað kallar þú mikið? Það er þú að sverja, ekki glemma því? Ef ég á að taka tótal, bara síðan máandi byrjuð. Ég myndi, þú veist, svona einhver stóra bilinu 100-200. Sverðu það? Ég sverða. Og býtu, þetta er ekki eitthvað svona, heyrðu, ég heyrði að mávi borða rottu. Ég er að fá vídeo af máfum og fólki sem er statt í pláu sem er bara, heyrðu, hérna, ég er hérna á Vopnafirði og hér er máfapláa og það er bara vídeo af máfum. Þú ert orðin einhver máfagaur í Íslands. Ég er alltaf máfa. Ég veit ekki með það. Ég var að byrja að kalla þig máfinn. Nei, ég máfa, ég er sérlegur málega, ég er sérfræðingur. Það er rétt orðið. Máfurinn. Ég er sérfræðingur. Það er þetta að vera með verra. Þegar kemur að máfum og þetta eru kostuleg kvikindi. Þú varst að niðurlaður af máveðan á síðan tíma. Ef þú myndi vita allt í dag sem veistu máva, þú er kannski mist hausinan að þú lappar út á svali. Nei, ég hef ekki mist hausin. Hefði ég núna farið í face-off við mávin sem ég lendi þetta meðanótt heima, ég hefði bóðað honum inn. Nú veit ég miklu meira um það. Þetta eru kostuleg kvikindi. Þeir eru gáðar en þú heldur. Já, gáðar, þeir geta telt. Þeir eru það gáðar að hann sá það bara á þér, hörðu, ok, I can stare this one down. Já, það bara í alveg mikið. Það sem ég hefði ekki hættir eina sekund. Þetta verður ekki viss. Þetta er bara svo Björn. Þú bara Björn sér strax og getur auðmingi eða þetta er eitthvað sem ég vil ekki fólk. Það sama með máli, sko. En málið það, þegar maður lendir í að Predator, þá maður svona stóru dýri. Þú veist, þá lendir í svona stóru kvikindi. Þú ætti ekki að hlaupa. Nei, það er það sem ég hugsaði strax, sko. Ég hugsaði stóran. Ég tengdi að þetta var eins og pelikani. Ég lendi í stórum ái. Einu sem stæðsta sem ég sé. Og ég hugsaði bara, ok, hvað gerir þú að lendir á móti ljóni, bitni, tígristýri, eitthvað svona kvikindi sem er svona rándýri. Ekki vera að líka máva við ljón. Það sem ég gerði, ég opnaði, ég horfði á hann færði sig ekki sentimeter. Hann horfði bara á mig og ætlaði raun að fara hann var búin að vera banki í gluggan með gogginum sem er mjög spes líka. Hann gerði það að við vissi ekki að það varst auðmikið fyrir. Það bankaði á þér en ekki á nákvæmum. Já, en málið er að hann reyndi að rannamáðu sér reyndi að stela af grillinu á mér rétt áður. Það er bara að spyrjast út að það er alveg auðmikið en litla krigar. Nei, ég hugsaði bara, ég horfði á hann, ég var alveg grafkyrr, ég sá bara hann ætlaði ekki að hreyfa sig og ég hallaði bara svona hægt rólega
Svo opnaði ég gluggan og reyndi að segja bara sjú og svo fór hann ekki og ég bara hugsaði bara hann verður bara þarna ég læti að vera, hann læti mig vera. Það er einhver hjörð þarna af máum sem hafa voru búin að átta sig á því þetta er tvöfalt brjósklós og maður sem er ekkert að fara að fokkja okkur sko. Nágrann bara minn rænum steikinn hans stare him down sko, nágrann minn sem býr fyrir ofan hemmur við vorum 3 nágrannar úti á sama tíma að grilla og við vorum bara svona búin að heilsast og aðeins að kalla yfir. Stemning í göttunni? Já, bara stemning í göttunni og ég var með rauðvínsglas og bara fínt veður. Þetta var fyrir kannski Það var bara eins og bandarísku sitcom þetta var kannski í maí eða eitthvað og þá fór ég svona aðeins inn að sækja eitthvað og kom aftur og þá var máfur í grillinu bara onni í grillinu nánast og nágranninn minn var öskur hlæjandi sko. Bara, þú veist, hann var bara nánast að kapna og hlátri sko. að þú veist, bara að þetta var svolítið það var þetta nálægt þegar bást niðurlaður upp á svölunum hvað var langt á milli þarna það var nefnilega svolítið á millan ég greinlega alveg verið það er ekki það verið með nóttina já, það var með að nótt og það var grillið fyrir já, grillið voru undan já, þá hefur verið að spurst þeir geta að tala saman svo hérna, hver myndur vera en ég er með 2 nýjali Já, byrju, ég er að fara yfir þetta Svo er spurningkeppni Gilsarans Og hvað ástu með þetta? Sko, ég er með út af því að Graðasti samlokusali landsins er að gifta sig á morgun Horny Tatman Og ég er með þá King of Weddings Þú sendir á hann aðan hvort þú vildi ekki vera með hashtaggi Horny Tat Hann tók ekki vel í það Já, þetta er mest gott hashtag Horny Tat Það er rosalega slæmt hashtag Það er líka gott hashtag Ef þú ert með eitthvað stóramali eða giftingu Ekki vera með eitthvað Hashtag Fjóla og Jón Ef að þið Guri var að gifta ykkur á morgun, hvað var það hashtaggi? Ég skýri eitthvað, það ekki Hashtag, Skýri? Já, með skýri Skýri myndi virka Skýri? Já, það ekki? Það var mjög gott Skýri Ég myndi alltaf að vera með eitthvað flip Þú veist, og svo, þess að ég segja með Tatman og það vita alltaf hann er gráður Vertu bara með Horny Tat Og það er með líka tattoo og ég er með í dag Ég er með í dag King of Weddings Og það skemmtilega er alltaf Ég veit ekki hvað tekur þetta Ef þetta verður stöðulega, hvað myndur þú segja? Þetta er ángríns 50-50 50-50 Og þið eru svolítið svipari stöðu Ég meina þið eru báður ógiftir Já, þetta er góð keppni Því að mér finnst einhvern veginn allir vera að gifta sig í dag Já, alltaf þegar maður tala um hvernig er helgin brúðkaup Já, þið frestust alltaf eftir COVID Já, reyndar, það er svo mikið núna En síðan er það að heyri tett á morgun Það komið það síðan Og þetta allir í kringum er að fara í giftingu á Ítali Bara Ítali er Hvað er þetta að vera giftingu? Ítali Akkur er Tatman ekki með giftingu það? Já Ég valdi að fara í Ítali er að detta út tísku Strax Nú er þetta komið aftur bara í rock og roll Það er veistlegar og leikóm Erum við ekki að fara í eitthvað hesthús eða eitthvað? Það er inn í dag sko Bara hesthús og helst Svo skiptir einhver máli bara ef þetta er skemmtilegur mannskapur og Ég, þetta er bara fyllibittur sko Álfur fyllibittur í þessu partí Núna er þetta að koma stertinn Það eru hesthúsin, fjárhúsin og vera svolítið svona í einhverjum góðum svona röff búning ekki jakkimæti En Ítalið er ekki dött Ítalið er bara 9 orðið inni á Íslandingu Ég var til að vera með svona eitthvað sveitabrúðkup vera með svona risa tjald og eitthvað svoleiðis stemming Það er inn í dag líka Þú erum alveg, með að við hvernig ammalinn eru Þú veist, þú leiðir alltaf bara ranga á einu sinni og svo greenhouse Það er alveg pressaðið þú með wedding sko. Þá var að taka þetta á næsta level sko. En það var líka ástæðan til Nei, maður má ekki segja svona En allavega það sem ég myndi hlakka mest til að gifta mig Það væri veislan sko Já, ég hef ekki Ég ætla ekki að segja að maður ætti bara að gera þetta En síðan fyrir maður líka að hugsa sko Hvernig myndi maður stekja þig? Þú veist, það er bara svo að gera með sveppa Þetta má, veist, ef þú vinnu við erum ekki að fara að henda mér eitthvað áskorun Hann er drepinn líklega Sko, málið það Þetta í bleium Nei, bara beinti vikast Já, með við hvað þú veist það er búið að henda blöð setja froskalappir á því og setja eitthvað skrítin búning og fara með í kringluna hvað gerir það? Þú er búin að gera miljón verri hluti Sjá hann í bórabúningnum í Stjörnutorgi Þetta er svo að það er að stekja simma vil og hann var náttúrulega 5 eldri bræður það var bara Skúli Tyson barðan eins og harðfisk og svo með hendu ég var bara að byrja að döð vorkinum þetta var ekkert gaman ekki neitt þetta gerist líka það var eins líka og bara sketsi í steypustu hann er byggður á þessu þetta gerist líka í stekjununa stóra DNA þá gerðu við þau miklu mistök ég man ekki hvort að ég hafi átt eitthvað í plani því eða ekki, mann það ekki alveg Miklega. En við vorum með fullt af skemmtlu við fórum með hann eitthvað niður Nautalsvík og þar var keppt í einhverju svo fórum við með hann og letum hann batla í rappi við eitthvað svona út á götu fengum annar rappar í það og allt þetta en við fórum með hann í Mjölni og letum einhvern glíma við hann
Og eftir það bara, þú veist, þetta er svo erfitt Það fara í gannisla í 2-3 mínútur eða eitthvað Allur vindur farin úr þér Já, og hann var bara eftir þetta Það var í rauninni ekki sjón að sjá Það er til mynd á hann Þegar sem hann var í einhverju hengingu þarna Og það er bara hrikaleg mynd Hann er bara fjólublári framan Með einhverja æðar og allt í gangi Og hann lagði sig í rútum Hann drafst bara eftir þetta í 2 tíma Ég held að sé að saman að með Dóra DNA og Simma Vil Þeir eru báður sem miklu svona þverhausar og keppnismannskjur Ég man að Skúli Tyson Hann náði ykkur góðu höggi á Simma Þannig að Simmi brjálast fer all in og náttúrulega maður sem aldrei boxað og fer all in í 20-30 sekundur þá ertu bara rúmliggjandi í 3-4 daga þá er það að drekka jager allan daginn Þetta er í rauninni heimskulega sem hún gerir að fara með þú ert að stekja, gæsa eitthvað svona fara í ykkur svona mikla áreynslu Já, það var bara að vera næs Það var gaman Ég var til að fara bara í ykkur bústað Allir bara, það er bara Síma niður og Já, og bara pakja vinstón á mann og máli stöðt sko. Nei, þú veist, eða til bara helgaferð Það verður alltaf geggjað og ég vil bara samena þetta sko. Þannig að spurningkeppni Gilsarnans er King of Weddings Herðu, talandi weddings Það er keppni sem við höfum ekki farið í lengi drengir og það er flottulega keppnin sem að byrjaði á 50 alltaf með okkur Hjöppa í FN95 blöð fyrir 10 árum síðan Og ég fór að hugsa tökum flottulega keppni í dag fyrst í langa tíma og þemaði hvað er fyrsta lagið sem þú dansa við í brúðkaupinu Og almenni lagarmaður hringir inn og kýs Já, bara þú veist hlustandi Mér er svo sem alveg sama við hvað vinnur Það var strax byrjar að reyna að veiða vót saman sko Ég held ég sé með lagarmannin hafa það sko En býtu eina með þetta verður þetta ekki alltaf rólegt lag En maður að fara að dansa Ekki endilega Sko, þú veit að vita allir hvað lag þú tekur hérna blöð sko Nú, Þú ert alltaf að taka Beinti Jackson sko Hvað er þetta eitthvað rugglað? Þú veist, þú ert í giftingu Hvað er þetta Rakel sem að dansa Jackson? 5 dagur, slekku ljósin Kemur í hanskan Komin í hanskan Það var rosalegt Mér finnst erfitt að sverja En ég skal sverja að börnum mín Það var að síðasta sem myndi gera í brúðköpinu mínu var að taka Jackson Rakel þarf ekki að dansa Hún stendur bara og klappar Það síðasta Það síðasta sem Rakel myndi gera væri að dansa Jackson En þú væri alveg til að skoða Hún dilla sér og klappar Og meðan þú ert með hattinn og þetta kastur Það kom að fyrsta dansinum í að brúðhjónunum Ég er búin að setja Það er ein regla í þessari keppni Blöð má ekki velja Jackson þótt að vilja Ég er aldrei að velja Því að þá er náttúrulega bara að pakka okkur saman Já ég veit en þess að eini dansina Ég var aldrei að fara að velja Jackson Bara aldrei Hæ? En það er samt your signature move sko Já, herðu, kannski í gamla dag Ekki ef ég er nýtt giftur þá er ekki að fara að dansa Jackson Andlit Michael Jackson og Ísland Nei, Það er hint í því þegar ykkur deyr sko Þegar einhver deyr, þegar hann dó Það gerist bara einu sinni, heimska flón Hvernig getur þið verið svona villust? Í fyrsta lagi vildur þið fara að kíkja á leiðið hjá Sylvester Stallone Því við kíktum á leiðið hjá Jackson Já, ég veit ekki það Ég er ekki með háagenda, veistu, því miður En það venni á FM Það er bara því miður staðan Þetta segja þessi allir heimskir FM Já, ég veit Því miður Kristi Rutt, hún er gáð Rikki, svo er þetta við og Já, það er fullt af fólki sem vinnur þetta maður Erum við öll heimskur? Nei, við erum ekki að segja það sko Því miður, það er tölur hrein íslensku Þannig erum við að vinna þetta sko Það vita allir sem er að hlusta Er ekki að segja fólki ykkur fréttir sko Já, sko, við erum náttúrulega bara trúðar sko Við erum að trúðast bara Það er ekki Þetta er svolítið speak for yourself Þú já. getur ekki verið að segja sérlega Já, þú ert náttúrulega bara að segja 30 mannsvíði heimski sko. En ég var samt í brúðköpum daginn Ég var að veislustir í æskuvinu mínum Og hann tók fyrsta dansinn, og þau byrjuðu rólega Svo kom svona eitthvað skratt, skilur og svo byrjaði svona að flippaðu dansu Þau voru búin að æfa og strákurinn þeirra joinaði Ég var í til í það Þau fóru í danskenslu og allt fyrir það Ok, má vera skratt hjá okkur eða er þetta bara eitt lag? Ég sko, hvað ætlar að fara að mixa 10 years, sko mér fullir virðingu fyrir 12 years á tökunum Hvernig ætlar að henda skratsin í þetta Bara eftir mig bara hugmynd, bara fyrir frá mig Nei, ég kann ekki að skratsa Þetta má vera hvað sem er, þú veist, einhverjum er róletla einhverjum er stemning Ég er með lag, ég er bara kettið lag Ég, eina bara, veist, jú, ok, ég finn eitthvað Hérna, svo var annan nýr lið sem heitir Amazing Jobs Já Amazing Jobs fjallar í rauninni Þú með það líka? Já, Steindir Þú ert að dæla út nýjum liður Já, ég var on fire Ég sko, málega er að ég var on fire Amazing Jobs, drengir Þú getur ekki sagt til þess að það var on fire þegar þú satt í spena
Það var ekki að vera on fire En Mér varst það reynda frábælið það er svo gaman nefnilega sko, ég held að bændur elski þann lið. Já, bændur kannski, já Við heldum náttúrulega sko, ég er búin að fá mikið sent, sko beljur eru víst ekki með gerfurstu sko. Nei, Það er ekki þannig framan á þeim sko. þetta er ekki gerfutun, það er Nei, ég held þetta sé bara eitthvað annað sko. bara, þetta eru spennar En sendu ykkur á því En er blöð með spena? Veistu það sendið það? Ég er með gerfustur Já, það er spenið, það ekki? Ég sko, ef þú Ætli aftur í þetta Ef þú tekur, Ég er bara, þú veist ef þú tekur inn eitthvað skrítið stöf þá held ég að þú getur alveg laktósa svolítið og þá ertu við spenna Ég hugsa það Bara í sjómasþáttum Það er það Ég er ekki með spena En ég veit ekki. ef þú mútið dælið í anadról og tælenskum bólum og þú veist, Ég veit ekki svo hvað klemma Þú veit þetta eru sterar en ég hef aldrei Ha, Þannig að Amazing Jobs Hann kemur hérna líka og já Herra, á ég segja hvað ég er með í liðnum samt Ég er með 5 hættulegustu störf í heimi og þetta er smá keppni Ok, smá keppni og hættuleysu störfi heimi Já. En sko það er alveg smá þema hjá okkur í dagdrengin Því að við erum að fyrir brúðkaup á morgun Það er mikið að brúðkaupum í gangi Þannig að spurningkeppnin er King of Weddings Flottulega keppnin er hvað er fyrsti dansinn Og ég er að spá að byrja þetta það líka bara á svona alvöru brúðkaupslægi Það er okkar besti maður Billy Idol Þetta er einhver Það er blöð að rífa sér vel, þetta er álveru lag Þetta er White Wedding Nice day for a white wedding Billy Idol hér held ég í fyrsta sinni í FN95 blöð Í svona nett brúðköps þema Ég var að segja Skrítið ykkur að það hljómar Ég var að segja ykkur að milli núna meðan hann var að syngja þetta fallega lagan Billy Þetta er alveg legend, Billy Já, hann Idol Ég fór á geggjaður. tónleikana með hann, hann kom inn í höllinu daginn Hann var með þess að bara hann tók Mættur á það? Herru, Ég fór á það, já, Hann tók fór með þessa. King Mike hann tók cameo í Wedding Singer sem er nú Wedding Bíómynd En ég hef aldrei verið jafn slæmur í öxlinu og núna strax Ég er að drepast í öxlinu og bækinu Bara svona, þótt ég sé í kvildastu Það er enginn sem ég þekki eða hef þekkt í gegnum tíðina sem svona tjáir mér jafn mikið meiðsli sín og þú Já, en Ef það er þetta eitthvað að. er nánast svona bara Ég þarf að kíkja upp á Dómus Medica bara eftir þátt sko. Það er Hvað búin að gerðist? loka þeirri stöðu en þú getur kíkt samt Já, sko, málega Ég var að dansa í alla morgun Já, við erum að æfa fyrir stórasviði Já, ég var að dansa, ég og Ragnhildsteinu vorum að æfa dans og hún er mjög metnaðafull ef fólk hún vissi er það ekki náttúrulega líka fyrir bara atvinnu dansari Þetta verður svo erfitt fyrir okkur Sigrúnu að það er bara djók Já, sko, ég er með 3 lyftur í atriðinu og ég er bara allt í gangi Er þið amateurs og hann er steindi með 8 professional Já. Vistu það ósengjandi það? Finnst mér, já Þetta er svona basically eins og það er bara Nei. Þetta er eins og það fengi bara Gunnar Nelson í stórasvið og kefti í UFC eða kefti í bara glímu En sko, Það var ég ósanngjarnt, þarf sko. Finnst þér ekki? Nei, ég þarf að gera sömu move, sko Hún á eftir að sjá þetta allt og þú Þannig að í þekkir þessu dansæfingum Ertu búin að Ég fara ætla í að sjá öxlinu? æfinguna, ég tók vídeo á Já, æfinguna málega er að ég fekk að sjá Hann vildi ekki sína þér þetta og þú ætlaði að keppa við hann Steindi með sweet moves Já, ok Og sko, Þetta var bara, hann kom með mikið óvart hann. Þetta er síðasti þáttunum sem tökum upp Herru, og talandi stórasvið Þá byrjar sá þáttur eftir nákvæmlega 2 vikur á stöðu 2 Nýja serja Og það var að koma trailer í dag sem Já. er, ég mæli með að fólk tjekkja á honum Þið finna væntalegin á Vísi eða Instagraminu hjá okkur eða eitthvað Ég var eitthvað eftir að henda honum inn En Ég var hérna, bara að henda honum á Instagram með mér hann er styrlaður, hann peppa hann upp Já En sko, þú getur alltaf gert blöð Ef þú serði einhvern veginn og þú ætti að dansa þarna þettunum og serði ok, við erum clearly underdogs þá bara Kerry Jackson það stoppar bara Já, já. dansinn nærði hattinn Ertu ekki og þá að fara var að búin taka að Jackson? reykja Stoneman Við erum að fara í nútíma dans eins og sæðilega það hljómar En ég ætla að fara í slúðum en þú hættir og nærði hattinn það fara alltaf hliðina Já, sko, reynda ef þú vilt finna þetta þá tekur þú bara eitt Jackson og málið þetta, sko Shit, Þetta hvað er hann þreyttur á þessu er svo mikið Jackson umræðu, maður. svind Þetta er svo mikið svindans maður það tók þetta í höllinni Ég ætla að byrja á Ég, hvað var rosalegt Kim þetta Ég er svona Kim Kardashian, ekki fyrsta sinn og ekki síðasta sinn sem hún er í slúðri hér Hún hjá á að okkur í vera FNÍ alltaf, finnst mér, Já, persónulega mat. hún er mjög reglulega í slúður pressunni, hún er það var að frábær. viðkennast Hún var í spjalli hjá James Corden þar sem hún ræddi ástalífi sitt og þar sem hún ætlar að gera næst í maka leit, hún sagðist vera fersk í dag og var ekki að leita sér að nýjum maka en hún ætlar að hætta í svona frægu liði. Hún náttúrulega var með Kanye West og þau 4 börn saman, svo fór hún í Pete Davidson. Hljómar þetta ekki kunnulega strafgar? Nei, það sem hún ætlar að gera núna, hún ætlar að Þetta sem ég sagði, sko en að ferna Steinþór með Þetta er það sem ég sagði nákvæmlega sem Óþolandi. Þetta er bara Hún ætlar að fara í læknir eða sálfræðing eða lögfræðing Mér finnst ekki annað þetta celebrity Nei, Ég verð nú hún að vil segja. ekki fleiri celebrities. Mér finnst þetta rosalega Vísindamenn skrítið eiga séns, sagði hún. Mér finnst þetta rosalega skrítið hugafar Þú ert að leita þar að maka, sko Klauga sérfræðingur og lífefnafræðingar eiga séns. Þú veist, Jésús Ok, nú ætla ég að því að Kim hefur alltaf verið mín manneskja
alltaf, ég fíla það Já, en þetta finnst mér skrítið af því að þú ert að leita að maka þá er mjög furðulegt að vera búin að ákveða hvað makiðin gerir nei, ég samt skil þetta pínu Því að hitt ekki að ganga Nei, ég En veit svo er bara það spurning, hvaða Ég veit hún- lífefnafræðingur eða læknir nennir inn í þennan heim eins og annar mál Nei, Hún er bara búin að búa sér til hann Það er nánast allir sem að detta hann inn verða hálfur rugglaðar Ég skil hann Ég er ekki að alveg grínast. Ég skil hann alveg að hún vilji forðast annað celebrity Ég skil það alveg Hún vil bara prófa eitthvað annað og vera ekki kannski fram á öllum blöðum endalust En Hún verður það alltaf já, þú veist, en þú reyndar ræður alveg sjálfur líka Þú veist, það er fullt af frægu fólki sem er ekki alltaf fram á blöðunum Hún er influencer sko Já, já, hún er að vera En málega er að, mér sko. mjög skrítið að vera búin að ákveða hvað makiðin á að gera Þú veist, þú kynnist bara einhverjum mannesku Hún er Ég held geggjuð. að verða ekki Þú þannig ert ekkert eitthvað að þú veist, þetta er mjög skrítið approach Ég ætla, það er mitt En þú mín ert tvö þessi cent. naskur í þessu Steinþór Viltu meina að þetta sé allt manjur Hún byrja með öðru celebrity næst Þetta er náttúrulega alltaf dautt eða þú ætla bara að fara át þér og leita bara hverju vísindamanni, sko Það gengur ekki Herði, ég giskaði Ekki er ég kallar þetta Oracle Ég sagði Nei, við stendur ykkur það. Daginn að DiCaprio ætti örglega eftir að byrja bara með píu sem er eldri en 25 ára til þess að shut the world up Herðu, það er komið Hann er að deyta Gigi Hadid og hún er orðin meira heldur en 25 ára Þannig að ja, þau eru vist ekki byrjuð saman en þau eru svona að hittast og tala saman og gæti orðið næsta svona superpari í Hollywood, hún er 27 ára og Það er alveg sokkur þá í marga hún var áður með söngvarunum Zayn Malik og þau var saman dóttir vitið þið hvað hljómsveit hann var? Zayn Malik Sæjana lík Hann var í One Direction Wow, Þið vitið það er ekki. geggjur hljómsveit sko Já, þið vitið ekki Það er Ég er ekki þetta mikið að hlusta á One Direction En það er geggjur hljómsveit sko. Maður þarf ekkert að hlusta á hana til að Við vita náttúrulega erum ekki 14 ára blöð, sko Ekki heldur, ég veist þetta Heru, Og svo er það lokaslúri, það er okkar bestu manneskju Britney Spears, við erum tím Britney alltaf Rétt. En þetta er nú ekki fallegt sem að hún lét út í sér Hún byður þess að foreldra síni brenni í helvíti Já, Já, þetta sett hún í fæslu foreldra sína á Instagram Ekki með gott svona Ok. samband við Nei, hún segir, ég segi það hátt og stolt Ég bið þess að þið brenni bæði í helvíti já það Sér er líka postar hún sérstöku myndur Hún sé líka á græmið Já, það er svona mál En Þetta er Ég sé, gaman að þessu ég er með að sjá Haldið þið? blöðar hann hendi í þessa fæslu Hann sé að vona að Britsarinn og Hatti sé að brenna eitthvað staðar Já, það er að vera vel reyður ef hún er að fara að posta því sko Já, þetta er mjög Já, spes. ég þurfti að vera sko á Brjálaður. hræðilegu rönnu á blackjackborði svo þetta myndi þetta inn En það er eitt með þetta sem ég langaði að spyrja ykkur Haldið þið að Britney væri á betri stað með bæði sjálfa sig og foreldra sína ef hún hefði aldrei orðið heims 100% Já, já. Nei, Það er ekkert sem Ég hugsa fokkar eða meira upp en að vera worldwide celebrity Nei, og svo er Það það er eitt líka- og eitt sem höndlar það, aðri missa hausinn En það sem er mér sorglegast í þessu er að þetta fokkar upp foreldrinu þeirra líka Og veist, bara þú tekur allar þessar stjörnur Foreldrar Macaulay Culkin skilja að því að þau eru að rífast peninga Og sér bara nýjast dæmið er hjá þessari Addison Rae TikTok stjörnum Mamma hennar er byrjuð með einhverjum Ulling og pappi og þau eru skilin Og við hinn fjölskyldan hjá henni Charlotte Emilio og þau eru komin raunveruleika þátt Mér finnst verst er að foreldrarnir fara inn í þetta og vilja taka þátt í fræðin Já, já. Ég held að það fokki liðinu mest upp í staðan fyrir að eiga eitthvað svona base heima á sér sem Ég, er svona heilbrygt Það sem ég held að sé náttúrulega mest óheilbrygt í þessu er þegar fólk slæðir gegn svona snemma hvað heitir þetta alltaf úti þú veist, þú komin í eitthvað svona Mickey Mouse Club og Disney allt Club þetta, eitthvað, já. að þú náttúrulega færð enga æsku Nei, þú veist, þú ert ekki bara út að leika þér með vinniðinum, þú ert allt innu bara þú veist, vera að keira þig út um allt og segja hvað það segja og ekki hjálpar að það eru orðin the cash cow fyrir familjónum sko. Nei, Það var ennþá verra. þetta er allt saman mjög skrítið sko. Þetta var slúðupakki dagsins Við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan Herru, þetta er Tom Grennan Tom Grennan Já, með All Aldrei This heyrt um hann, Night sko. Nei, það er ekkert ástæðalausu Þetta er ekkert, jú, dragarslag Herru, Er það? ég veit það ekki En það er hins vegar hlustið núna Talandi ágætislag, hér er gott lag Þetta er liður sem hefur ekki verið í 3 vikur í F95 Blöð og heitir Þekkið ekki Já, Það hefur verið hoppað yfir hann og Jón Jónsson og GTRN komin á fóninn þannig að við ætlum að henda í Þekkið ekki og hvor ekki að byrja, drengir? ég er bara, þú bara ræður Já, mér er alveg sama Já, ég get alveg bara þá bara Ég skal bara fara í frí Já, Já, Gangi í veist Þór já, takk fyrir hoppaði fram, gift á brentarann Þá byrjum við Steindi og þetta er svona liður þar sem að hlustendur ég kynnast þeim Steindi á Agleðans betur Já, og svo sjá þeir hversu vel þeir þekkja hvern annan, ertu tilbúin þeim? Já, ég er klár
Fyrsta spurning, þetta er svolítið tengt því að við höfum verið að ræða í blöðkastinu og líka hér hvað menn gefa sjálfum sér í engun og eitthvað svona frá 0 upp í 10 og eitthvað svo ároftast verið að tala bara andlits Og líka þegar þú baðst mig ykkur tíman eða ég man ekki hvað eitthvað bað mig það en þegar þið báðum mig heiðarlega engun þá náttúrulega var ég að taka alveg minn allra besta dag í lífinu sko. Sæðist þér 8-2 Já, það var svolítið Ég meina þú myndalega maður Já, en svolítið átala Það sem ég ætla að spyrja það núna eins og þar hvað er mest sexy við þig? Hvað finnst þér svona Já, bara basically hvað finnst þér mest sexy við þig? Svolítið erfitt fyrir mig að svara það sko. Já, hvað myndir þú halda þá? Náðum að þú sett eitthvað að máta þig? Konan er náttúrulega brjáluð í mottuna sko. Já Hún er mottukona sko. Þú ert líka eiginlega alltaf með mottu núna Já, ég var að hugsa Þú ert orðin bara nettur Tom Selleck Íslands Já, sko Þú ert eiginlega alltaf með mottu Já, ég sko Ég er bara að halda konunni góðri Nei, ég hugsaði daginn Nei, þetta er nú ekki þannig Þetta er ekki þannig ef ég er með mottuna Þá er bara allt í gangi allan tíma sólarhring sko. Þetta virkar ekki þannig Þá er búið að vera vesulega okkur síðustu mánuði Mottan er ekki on and off takki sko. En nei, ég hugsaði daginn mitt sko, því ég er búin að vera mott svo lengi að ég á farin að vera bara svona því ég raka mig Ég nota nett ber bara Nei, ég nota alltaf bara vel því ég raka mig bara rakvél og Varst gera það ekki? Já, bara svona, þú veist, ég skafa mig, ég nenni því ekki Ég bara raka með svona bólur og eitthvað Þannig að ég sem sagt, og ég bara automatist er ég bara farin að raka mig og pæla ekki í þessu Og geima mótuna? Já, svo fór ég að hugsa, ég er búin að mótt svo lengi Þannig að ég geti, næst ég raka mig kannski breytið til, tek hann af Þannig að móttan er það mest sexy við þig? Nei, ekki að mínum mati Nei, ok, hvað er að þínum mati? Að mínum mati og ég ætla að vera svolítið væminn og leðilegu núna Já, hvað er með það? Ég nenni ekki að segja þetta því þá fæ ég bara drull á mig Jú, alltaf hreinskilinn Já, ég held að sé meira bara Ég skal ekki drulla við Ég held að sé persónleikin Persónleikin sé mest sexy við Ég held að frekar en Ég held að, er það ekki sammála mér Ég það er ekki útlitið Ég er bara svona hress drákur, skilur Frábær drengur Ég get ekki Nei. Mér finnst persónleikin ekki það mest sexy við Ekki? Nei. Hvað myndir þú segja? Bara, myndir þú segja axlirnar? Ég er axlabrið Nei, segja mottan Er það? Já, ég held okay, það í dag Mottan er að gera helling fyrir þig sko. Já, greinilega Og það er þess að ég fæði það þegar ég er að setja á Instagrami og svona Þá er fólk að kommenta á mottun og svona Já, það er, þú mátt sko það er svo erfitt að lesa kaltanleiki gegnum skil Ég er að mitt reynskila svona Ef ég hef átt að giska þá hef ég sagt mottan Já, ok, þá segi ég motta Ég er alveg ánægð með hana sko. Þú getur verið mjög ánægð með persónleikaðin líka Hann er frábær Þannig myndi ekki nenni hanga mér okkur meinasta degi Þú ert alltaf setn og Nei, get alveg verið skemmtlegur Og ert það í svona 98% tilfella Herðu, hvað er það besta sem þú hefur gert á ferðinu? Ég spurði þig og þig og Sveppi Ég langaði að draga Egil inn í þetta og sjá hvort þið myndi giska á Því ég myndi ekki eins og svarið Ég var að hugsa þetta Okay. Hvað finnst þér það besta sem þú hefur gert á ferðin? Ég man heldur ekkit hvað ég svaraði þá síðast sko. Okay, og það er líka alltaf mismunandi sko, bara hvernig skapið þú veist því? Já, það er eiginlega, veistu hvernig skapið ég er núna? Að því að búið að vera svolítið mikið að gera. Við erum búin að vera tökum og svona á alls konar og flegiferð. Þá finnst mér þessi tími hérna rosalega þakklátur. Að því að ef ég er hér, þú veist, það er enginn að ringi þig. Föstudagur klukkan 4 og þú ert bara hérna. Sérstaklega eftir eignaðist börn, þá sko tilbyðir þess að 2 tíma. Já, þetta eru bara við hérna og everything goes og við erum bara slagir, sko. Ég bara í dag, ég gæti alveg sagt eitthvað annað setna, þú veist, maður er misánað með bara hvað maður hefur gert. Ég hef alveg gert hluti sem ég finnst vera flottir og svo hefur maður kannski gert eitthvað seríu og segja svona, ég vil að gera þetta svona, þú veist hvernig þetta er, þú er búin að gera þetta í 100 ár. Ég ætla að segja bara þessi þáttur. F9 blöð? Já. Ok, fíla það svar. Er það ekki? Jú. Þá er það næsta, hvaða aðstæður kveikið þér? Hvað svona, veist, ég skal reyna að halda allir frá, veist, bara, ég er ekki að meina þetta eitthvað parotist. Veistu hvað hann mun, ég get lofa þér, sko, hann segir þetta. Hvað? Hann segir, ég er með, sko, það er svo margt sem getur greina, sko, málega, það sem ég datt fyrst í þér, sko, það gæti verið þetta og þetta, hann rantar eitthvað núna. En bara fyrir mig þá og hlustendur, hvað er svona, nú eru bara 2 fullorðnir menn að spjalla. Já.
Hvað aðstæður? Ég get sagt þér mínar. Ok. Nei, segðu þú fyrst og ég skal svo Nei, segja segð þú bara fyrst. Nei, það getur þú koppið það. Ok. Hvað er þitt? Hvaða aðstæður? Aðstæður? Þú veist? Já, bara svona hvað aðstæður, veist ekki hvað ég meina? Jú. Ég myndi... Ég held að sé örugglega sem kveikja mest í mér. Það er... Ég myndi... Það sé ekki bara... Þetta er smá erfitt sko. Ég er að hugsa eitthvað ógeðslega svona frumlegt svar. Já, en með þetta er ekki. Nei, segðu bara. Ég ætla að reyna að segja bara, þú veist, bátur eða eitthvað, skilur. En það er ekki rétt, skilur. Nei, ok. En hérna, ég held að sé í rauninni bara svona... Ég held að sé að það sem kveikir mest í mér er meira, það er bara þegar við erum með nætupössun og erum svona... Það er svona, þú veist, svolítið svona kannski, það er svona stemning í loftinu, og kannski... Aðstæðan sem kveiki í þér er bara basically nætupössun. Nei, ekki nætupössun. Það er ekki flóknara það. Þú veist, það er meira, skilur við bara... 7-2. Já. Já, en það er eðlilegt, fattur þau? Er það ekkert eitthvað meira þegar þið eru bara 2? Svona, kannski, jú, og setjum tónlist á og fáum kannski rauðvín og með kjafta og það er bara það, sko. Það er ekkert eitthvað... Já. Ég er að reyna að svara eins og ég get sko. Ég fíla. En svo kannski breyti ég, eins og ég segi aldrei að sama. Ég er ósammála mér á eftir sko. Já, þú veist, bara eftir á leiðinni heim og eftir þá bara er ég ósammála öllu sem ég segi. Ég skrifa nætupössun tónlist og rauðvín. Já. Ok. Ég myndi, hjá mér væri að ég held að væri hótel. Já, það er mjög gott. Já, þú getur líka lagt það hjá mér. Nei, það var ástæðan fyrir ég vildi ekki segja það. Þú ert að svara sjálfur. Já, ég skil, já. Svo er það síðasta. Og ég fór að skoða þetta, fór yfir þetta. Ég hef aldrei spurt ykkur að þessu sem að ég held ég væri pottið búinn. Hver er uppáhaldsmaturinn? Það er saltkjöt með hvítri. Jú, þegar þú segir það. Ég spurði ykkur hver væri death row meal. Já, en veistu hvað, það var eiginlega uppáhaldsmaturinn minn sko. Ekki lengur? Nei. Hvað tók fram úr? Það er pulsa. Pulsa? Bara pilsa, íslensk pilsa. Ég bara, dönsk líka. Ég feng rosalega góða pulsu í Danmarku daginn. En ég held sko, þú veist uppáhaldsmaturinn. Veistu hvað mér finnst vantar? Þetta var uppáhaldsmaturinn minn 7 ára stendur. Veistu hvað vantar? Það vantar hérna, eins og í Danmarku. Það mætir þú og þú getur valið 16 típur, skilur þú fengir, hérna er þetta svolítið bara venjulega frönsk. Þú getur ekki farið í Danmörk og valið 16 pulsur. Jú, alls konar stemning og bara, jú. Ég oft verið þar, það er 16 pulsur. Nei, það var fullt af mismunandi pilsum, skilur þú veist, eitthvað með, kannski einhverju, þú veist, hérna, jú, getur enda fengið eitthvað, eitt bacon vafið utanum einhverja pilsu sem er mjög... Já, ostapilsu og... Já, þar er þetta þú ert með úrval, en já, pilsa og ég hef hana með öllunum að steiktum. Já, ég þarf það ekki, það er bara pilsa. Og já, og svo er ég komin í smá svona chili-lauk, nei, jalapeno-lauk, svona mauka hann er svona nýtt hjá mér. Sendu mér það á Messenger, ég fer yfir það morgun. Hérna, náði ég Egil. Finnst þetta barnalegt val? Já, pulsa voru uppáhaldsmaturinn minn ángríns þegar ég var 7 ára. Það er sko, mér finnst nefnilega saltkjöt, svo finnst mér hérna, og líka bjúga í uppstúf. Í. Og þetta er bara í sko... Það mátt ekki breyta, það er komin pulsa. Já, Kemur Egilinn. Það er ekki bra. Já, hann sýtur hérna eitthvað voða lónli. Erum við ekki bara flottir? Já. Ertu ekki bara sáttur? Fínustu svör. Glaður með mig. Já, þetta var ekki derfitt. Já, svona smá. Ok. Herru, þá er... Ég var bara lengi. Já, voru við lengi? Ég satt fram í svona hálftíma. Kannski bara því að það er engin frammi, það er ekkert partí. Hann djúðlar hann á blaðið það núna. Hann leiðir eins og það væri hægt. Mér finnst þetta... Já, mér finnst það kósi frammi, ég var bara að prenta hann. Já, herru, þá er það fyrsta spurning og hún er, hvað er mest sexy við þig á þínu mati? Hún er góður sko. Er það göngulæðið, er það fatnaðurinn? Ég held að sko, ef að, þetta er rúglega erfið spurning sem við komum með líklega. Finnst það? Já, þú veist, fólk sem er að hlusta núna, spurgið ykkur, hvað er mest sexy við og svara þessu? Já, þú veist, þetta er ekkert grína. Svara, sko. Ég sé að Jackson dansinn bara. Það er eitthvað hárrétt svar hérna, sko. Sko, nú þarf ég að velja, sko, það er nokkur hlutir sem ég þarf að velja winner. Ég myndi segja stundvísinn, hjá mér er sexy. Það er ekkert sexy við stundvísinn. Hvað, ég tek mig vel út á grillinu stundum þegar að grilla. Ég er huggulegur þegar að grilla. Ég myndi segja hvað ég þólum á ljósmyndari. Þú veist að þú er rétt með mynd og þú segir mér, ég ætla að mynda mér. Ég get tekið svona 600 myndir að þér. Þá getur þú ánað með myndina sem þú fann. En það er meira bara hvað þá þægilegur. Það er ekkert eitthvað sexy við eitthvað þólum og ljósmyndar. Og ég er óhræddur við breytingar og þríhöðin. Þetta er svona það sem poppaði upp í hausinn á mér þegar þú spurði með þessu. Það er sko af öllum sem frábæru sexy eiginleikuðinum. Hárið.
hárið, þú sagði það ekki eins og náðan. Nei, það sé þetta velja. Þú ert ekki Rúrik, sko. Ég get alveg lofað því, það er engin Íslendingur hort á því og hugsað með flott hár. Já, ég myndi ekki útiloka það, sko. Þitt svar. Hvað er það besta sem þú hefur gert á ferlinn? Sko, ég var náttúrulega eitt besti lagamæður sem Íslendingar höfum átt, sko. Já, ég er að tala um svona á ferlinum, þá er ég að tala um sjónvarp, bíó, útvarp. Hann er ekki með lagarferilinn og það er að vinna á vellunum í Kópavogi og það er ekki með þessu. Nei. Og það, ég held að IKEA sé ángríns. Ég er að tala um svona í sviðskursunum. Það er flaggað í hálfa í IKEA út af því að, þú veist, daginn sem ég labbaði út. Nei, ég get lofað því að það var poppa champagne bara þegar þú labbaðir þaðan út. Sko, það er þetta damn good question. Svona entertainment wise. Já. Sko, ég held að sé bara, ég held að rétt svar er líklega það nýjasta. Það er leynilögan, myndi ég halda. Leynilögan? Já, tilnendur á sunnudaginn. Og líka, þú veist, það er eitthvað svo fallet við það, eitthvað 10, þetta er hugmynd sem kveikna upp fyrir a decade og var að veruleika. Maður held einhvern veginn að er það aldrei og maður var að fyrir edduna og sunnudaginn. Mjög gott svar. Þá er það næsta, hvaða aðstæður kveikja í þér? Sexual, Já. Er eitthvað fleira, hvað geta að vera annað en sexually? Núti það er farið, nú er ekki að grínast henni. Nei, ég bara Þá er ekki, helst að það væri það bara bensín og eldsbítur. Skrýtna spurningar, sko. Ég myndi segja að, sko, mómentið er þegar ég er svona í 20-25 gráðum og það, sko, það er hiti sem kveikir þér. Þegar ég er komin yfir í 30 plus þá var ég erfiður og töðaði mikið. Eins og hitabilgjan svo er í sumar, ég hef aldrei getað verið í Ítalíu eða Spáni á þessum tíma, sko, eða í Englandi. Og heitt fyrir þig. Já, þú veist, það er engin horni í 40 gráðum, sko. Það er ekki hægt. Þú vart bara að koma til skugga. En 20-25 ég kannski búið með 2 glösa red, sita á okkur veitingastað, kannski með low carb beer, 1 cocktail. Það er momentið mitt. Okay, en rigningin á Íslandi, það er ekki það sem kveikir í mér, sko. 25 stig, já, bara útlönd, hiti útlönd, sko. Það milli fara þetta bara í útlönd. Já, svona, þá ertu helvið. Það trúður geti giskað á það, sko. Ég verð að gefa stig fyrir útlönd, sko. Þá er síðasta uppáhaldsmatur. Sko, uppáhalds cheat meal, það veist pizzan, sem tekur candy day, skilur, og þá var ég svona pizzukall. Já, en þú veist, sko, ég elska steik og raut og ég elska líka humar, þannig að ég myndi segja, sko, ég þarf að velja winner hana. Ég held að hreinskilsvar er örugglega steik. Steik. Var að punk í gær og fæði mér fólaldasteikinn, það Guð minn almáttu, man of many colbs, takk fyrir mig. Hann er alltaf að fara að giska á steik, held ég. Hvað er talað um steik? Hvað er steikin? Ég veit að hann segir steik, hann er rámandi hann frammi. Steiki? Ísus, lappandi hringi. Bara farin eitthvað. En ég held ég jafn lengi á hann, sko. Hann var í svona 40 minnur að ná hann, sko. Já, hann var svona hægur, sko. Það er stemning á hæginu, sko. Ég held ég sé bara fullt af fólki hérna. Er fólk að hella í sig það? Nei, það er bara fólk að vinna í tölvum. Eru þið eitthvað klar? Ok, hérna. Ég sakna þess svolítið hérna að fólk var alltaf að mökka með champagnina, sko. Já, herðu, það þarf að fara að keyra föstudaginn í ganga aftur hérna. Drengir, nú fyrir við þetta. Steindi, ég spurði Egil, hvað er mest sexy við þig? Hverju svara hann? Já. Sko, þetta er bara þetta er gefinn stig á Egil, sko. Hvað er það? Af því að ég bara veit hann sagði mottan. Nei, hvað hann sagði sexy við sig? Breyttu það bara, því ég er búin að segja. Nei, hvað mennar þú? Ertu að svara fyrir hann? Hæ? Ertu eitthvað rugglaður? Átti ég, veitu, hvernig var þetta aftur? Er ég að fá heila þetta? Það er svona 50 sinnum. Finnið þið lyktina, ristuðu brauðið? Hann er að spurja, hvað sagði ég að mér finnst sexy við mig? Eru þið dofnir í handleggjónum? Og ég er ekki með yfirvaraskeitt, sko. Ég sé enga motto agli, sko. Nei, en málega er að svara fyrir hann. Þú ert með yfirvaraskeitt, sko. Þú spyrir síðan, skilur hann hvað ég sagði mig. Ertu eitthvað rugglaður? Ég spurði Egil hvað er mest sexy við þig. Hverju svaraði hann? Mottan? Ég veit hvað er í gangi hérna? Ertu að fara yfir það? Ég man ekki hvernig þetta er. Þetta er útskipta bræðilega. Í þriðja sinn. Talaðu mér sem sé 5. Já, þetta er rosalega. Veist það ekki útskipta nógu vel? Það er nýr liður. Já, þetta er mjög nýr liður. Þetta er bara búin að vera í ár kannski. Ég spurði Egil. Öskar, það panikar hann. Já, ok, ég skal ekki öskra. Já, ég skil ég. Ég spurði Egil, hvað er mest sexy við þig? Hann gaf mér svar, hvað heldur þú hann hafi sagt? Já, ég skil þig. Ég ætla Ég var með fullt af fólki þetta fram. Já, það útskýrir þetta. Hann náttúrulega bara skilur ekkert. Hann er fullur líka, sko. Það geta allir reikningi. Herru, hérna ég ætla að segja hann hafi sagt
eitthvað rugglaður. Já. Hvað sagði hann? Ef ég væri að drekka bjór þá kannski I'll take it en Junior er með orkudrykk sko. Ég ætla að gíska á hann hafi sagt ég veit hann er ekki Hann er að fara að negla þetta sko Ég veit ég er að tapa sér þetta Ég finn það bara Ég finn til að tapa sko Ég held að sé hárið á honum Það er rétt. Yes! Hann sagði hárið. Þetta er gatan þetta. Hvað Og sem meinar er þú? algjörð. Já, ég taldi mig á 20 hluti Þú talar ekki manna alltaf þú Veit kemur og að ég er með sexy hár It's my cross to bear það er ekki cross to bear og þú ert ekki með sexy hár. Það var venjulegt hár sko Öðrulega þig Cross to bear. Bara með herraklipp Ég veit að hann eldi þetta Það hefði ekki hugsað svo eins og sko Horfðu bara á mig Bara því að þú ert alltaf að tala um þetta. Ég spurði Steinda hvað er mest sexy við hann Egill, hverju svaraði Og hann? þetta er Ég gaf hann svarið a trick question Málið, ég veit að augljósa Ey, svarið þú er yfirvaraskeggi sko Ég gaf þið svarið Nei, málið, ég er ekki Já, akkur En þetta farið yfir ég er ekki fættur í gerð sko Ég veit alveg hvað ég lesti þarna Það er mottan Ég er búin að Nei, gefa hann ég aftur held að Já, Þú ég er ert búin að að segja gleyma nokkrum hlutum Nei, ég er ekki að gleyma hann einu Já, Ég er búin að segja hvað Ég er ætla ekki að láta Þú ert ekki að leiða mig í gildur núna. Þú getur Ég er ekki að fara Já, heldur sé að segja yfirvaraskeggi Ég segi nei Það er appelsín og kífi skriftunar Já, nei, þú getur Ég er ekki að fara að láta ljúga mig núna sko Ok, býttu, eru allir að fá heila blóðfall? Ég held að það væri bara ég Egil líka Nei, það var að mest og segja alltaf Ég held að það verið múfi á hann á maður Nei, ég er búin að segja Þóttist þau rosa heimskur Ég veist ekki Ég er búin að segja Margot svarið Sko, það er margt sexy við því Jésús almatur eins og til dæmis þegar ég sé þig þú ert nýkliftur langar bara svo og að ert segja komin hvað þú búin að hugsa. í kífiskirtuna Já, það er rosalegt einmitt og svo bankareikningurinn er mjög sexy til dæmis líka sko Einmitt. húmorinn, penisinn, öllin en ég sko en loka svar er Nú er það að hugsa loka svarið Ég Já, seti það er yfirvaraskeggi pæli ég að segja það Er það sem að fara Er það loka svarið? hvernig Hann var þetta rétt langar hjá svo mér að það? segja hvað hann búin að vera að hugsa. Þú varst bara að gefa hann svarið. Hann var að segja Ég gaf bara. hann á 10 sem Þá er það næsta, það er 1-1. Það er 1-1 Steindi, heldur þú náður þessu núna? Já Ég spurði Egil, hvað er það besta sem var gert á ferlinum? Hvað heldur þú að Egil hafi sagt? Þegar þú talar ferilinn Showbiz-feril, já. Það er showbiz-ferill Já. Ok Ég ætla að segja að sé F9 blöð Rangt hans er leynilögan. það var góð mynd sko veitar F9 blöð geggja svarhjóða líka sko Frábært þú ert í því líka. Egil, ég spurði sko þetta er Steindi á sömu já nú spurningu. er þetta vesen fyrir mig sko sko Listin þetta máli er engin Þetta er nú Íslendingur góðu listi samt. Og- Ef hann er bara að telja en upp nú allt ætla ég líka það góða sem þú að hrósa gerð. máli ætla að hrósa nefndur Menn hann er ekki að tala eitthvað um penisinaður og Nei. bankabókina, sko. engin Íslendingur Penis og bankabókina. Hvað er það að segja? Hvað er þið bara að segja? Það veist ég orðið eðlilega. Já, og líka bara hvort merkir bara slakið á Hvað er að gerast þetta í þessum þætti? Þetta er bara löngu Þetta er löngur skrið Ég fann bara, þegar ég kastaði þessu núna ég bara, hvernig getur við svona eðlilegt þegar nú er ekki að fara að tala um penisinn og bankabókina Já, ég drengir Nú er það jákvætt, sko. Já, bara slaka á þetta Ég bara, núna maður er er það að- bara einn Winston löng sko. ég ætla að hrósa Steinþór það maður bara að hrósa líka Já, En við skuldum Já, auðlýsingar, ég þetta má veit, ekki vera ég bara- langt já, hjá ég þér. veit, þetta er þetta stutt svar Já, Á maður mér ekki bara að vera með eitt svar? engin Íslendingur Já. hefur verið betri í því en Steinþór en að benda á penis og segja þrýðuðu penisin Hann var að Þríðaðu. segja þetta Og var segja showbiz já ég veit en hann hefur aldrei bent á penis Já, já. og hann hefur ekki verið þrifin það er aldrei gert sko. og Jesus hérna Christ maður. en sko við tökum celebrity fyrirtin sko Ég verð að fá svara. Maðurinn er bara Mál er guðruglaður. allt sem hann gerir er gott hann har aldrei tekið ykkur að drullu en ég held að besta sem hann hefur gert er Steindun okkar út af því að þar fættist bestalega alla tíma Jammy kvöld Hann sagði F95 blöð, þannig að tóruður eitthvað fekk spil í dag. Já, Hefur já, heyrt já. lagið? Já, í dag sagði ég það Ég var í miklum útafskýrta Ég spurði helvits, 1-1 Ég ætla að byrja þér núna Egill. Ég spurði Steinda hvaða aðstæður kveikið þér. Hvað svara hann? Ég vil eitt svar. Já, það er bara eitt svar Það er bara, listin er history sko fyrsta sem hann hoppar upp er Jöllur Já, sko nei ég var þess að hoppaði upp í hausinu á Já, hann þá er það svarið Nei, Jú, þú bara, það var Nei, ég er svarið ekki búin að gefa loka svar Jú, Ég bara sagði hvað hoppaði upp í hausinu á mér. Heyrðu ekki hvað stjórnandi þess að dagskrálinn sagði Já, Hann sagði eitt svar Já, ég bara Ég sagði líka aðstæður. Já, þess vegna líka þarf ég eiginlega að velja nýtt svar Það sko. er eitt svar. Býttu, Ég held aðstæður, að- af hverju sagði hann þetta? Ég er bara Sko ég held áfram að sé þegar börninu er sopnuð og Steinþór opnaði hennar rauða og svo tekur hann svona gaming session með landakös og labba fram með rauðisglasi og fer í appelsínu nærbuksunar og allt þetta svo blikkar hann sigur hún og þau fara í pottinu og í samlíf Ég held að þetta sé svolítið Ok, potturinn er basically svarið hans. Bíddu, hörðu, það er rangt- negla? Nei,
Þetta þú varst nefnilega á rosalega góð leið. Jú, hann sagði rauðvín og tónlist. Ég verð ekki að reyta þetta. Þú sagði 90% tónlist og rauðvín. Ert þú líka að finna lykt af listuði rauðvín? Nei, hann sagði þetta eiginlega. Sagði þetta? Hann var að tala landaköss og gaming og einhverja appisínu nærbuxur. Hann er way off þetta svar, sko. Ég sagði börnisofnu, rauðvín, heiti potturinn. Ég verði ekki að reyta þetta. Þetta er eiginlega sem þú sagðir hann. Þetta er bara alls ekki það sem ég sagði, en bara áfram með þetta. Ég spurði eiginlega sömu spurningu. Hvað aðstæða kveiki honum, Steindi? Ég ætla að segja að sé hérna bara hérna að vera í fríi með frúnni og Tenerife. Það er hárrétt, 25 stegi hitt í útlöndum. Þetta var algjörlega. Já, þú sagði þetta bara eins og væri búin að tapa. Shit, hvað varstu að hlera á það? We're going down to the wire. Síðasta spurning. Við verðum að klára þetta. Rosalega spenna, 2-2. Ég hef aldrei gestað einhver fóð 3 stegi, held ég. Ég spurði hann neglir pottið. Ég spurði Egil, hvað er uppáhaldsmaturinn? Þetta er jafnteflið að tap. Steindi, hvað er uppáhaldsmaturinn hans Egil? Uppáhaldsmaturinn hans? Sko, þetta er Hann er að skýta. Nei, hann er að voru ofuglega. Nei, þetta er tvennt sem kemur til greina og ég ætla ekki að reyna að vera tróða neinum auka djókirnin. Ég kom í keppniskap í mig. Þetta er bara annarkot kjúklingabringur eða nautastek og ég veit ekki hvort ég á að velja. Og ég ætla að segja Ég þarf svar. Sko, hann tala mikið góða steik og rauðvín. Það er bara það sem hann gerir. En kjúklingabringan er meira, hann borðar að potið oftar. Ég þarf svar. Hvað Ég verð að fá svar. Já. Hvað er uppáhaldsmaturinn hans? Það er góð steik. Það er rétt! Yes! Það er 3-2. Þú getur jafna hvað er uppáhaldsmaturinn hans Steinda, Egil. Ok, sko. Nú má ég ekki spila. Þú voru að vera spáslagur. Þú var ekki að fá ekki auðvísíkarna. Það verður konið svo langt fram með ég verð að fá svar. Það sem er málið hann elskar hans fljótlega hluti. Og hann hatar, hann finnst ekki gott að borða. Hann elskar fljótlega hluti. Það verður að lúa. Og hann elskar saltstangir. Þetta er saltstangir eða KFC. Þetta er annarkort. KFC. Nei, pulsur. Hún nefnir ekkert að elda pulsur. Ég fæ með pulsur í lúu og svo að ég síðan að grilla nöglunum að ráum. Sjóðast þú góður í dag? Já, þetta er góður. 3-2 hann ekki að skulda möguleika fyrir möguleika. Þetta er David Guetta og Bebe Rexha. Mónandi fór ég rétt með þetta. Og lagið heitir I'm Good eða Blue. En er þetta ekki gamla góða I'm Blue og sem er búið að sitja í nýjan Ariel? Sem að mjög fyndi. Ég sá eitthvað staðar hvort það var á Instagram eitthvað sem að David Guetta var að segja ok, það er ótrúlegt að gefa út lag og 5 dögum setna kunnaði allir á tónleikunum. Mér langaði svo að skrifa bara herðu þetta er gamalt lag, það kunnaði allir I'm Blue. Er hann rugglaður? Sagði þetta? Það er eitthvað í honum sko. Hann setti þetta How amazing 5 days after the release of the single and everybody knows how to sing it. Þetta er bara eins og einhver DJ myndi mixa stál og hníf með Bubba og það monta svo að allir muni textan sko. Við erum bara nýjan lið. Já, það er komið nýjan lið. Við náðum þeim báðum. Þetta var að vera með running out of time. Klukkan er 10:05. Það er ekki báðum. Hvort er það að fæ núna? Það er alveg verið tempo. Hver myndur þú vera eða Amazing Jobs? Herru, við erum að fara í Amazing Jobs. Amazing Jobs. Og hvað gengur sá liður? Sko, þessi liður er raunni eins og Kórekar sem við erum með í blöggastinu. Það er góður og gildur liður en ég er að taka samt það úr honum hinga í þetta. Þannig að ég ætla að segja ykkur núna frá 5 hættulegustu vinnum sem ég fann störfum og reyndar voru ekkert allir. Ég kíkti á okkur að 3-4 lista og þetta var alveg svona þú veist, yfirleitt kom þetta alltaf upp. Þannig að þú veist, af því að ég sá þetta á top 10 allstar, þannig að þetta var og í rauninni þetta er fyrsta allstar, þannig að ég þetta er bara það sem ég fann á listan. Þannig að þú ert basically að fara að segja okkur frá hættulegum störfum heim og hvor okkar var líklegri til þess að geta unnið það. Rétt. Gotcha. Herru, eru þið klárir í þetta? Er það ekki bara að henda okkur í þetta? Mér líst vel á þetta. Og þetta er líka sko, þetta er smá fræðsla í liðinu. Ég er búin að skrifa niður. Eins og núna, ég er bara pínu forvitin. Hvað eru hættulegum störfum heimi? Hvort vil ég byrja á fyrsta eða 5. Skilur við og vinna okkur? 5. fyrir niður. Það ekki? Ok, þá byrjum við á 5. sætinu. Og þetta var nú á mjög mörgum listum og oft ofar með þess að en svona oft í þetta. Það er dýralæknar. Þetta, þið áttu ekki að vona þessu. Dýralæknar sem hættulegast að starfi í heimi. Já, þetta er Það er allavega ekki á Íslandi. Nei, ég fór að hugsa Hvað er versta sem getur lent í á Er Íslandi? ekki bara hund með hálsbólgu og eitthvað? Já, sko, jú, ormar Lóa hinsa kissur og en sko máli er að þetta er varðandi bit
og sýkingar og fleira okay. Ég er alltaf má ekki gleyma því að út í heimi drengir fólk að koma með leðurblökunum sína Já, ég var að hugsa, þetta er ekki á Íslandi eða kannski út í heimi Já, þú veist, eitthvað kemur bara með híenu skilur, það er hún með hálsbólgu bara fuck, sko, þú veist, þetta getur allir fjandinn þetta Við erum báðir animal lovers Já, það er það sem ég var að spá í hvort eitthvað er þið betri dýralæknis Já, við erum báðir animal lovers sko. Ég held ég Já Af því að ég myndi leggja meiri metnaði en Egill væri að bögga sá því þetta var ekki nóg vel borga Menna, þú átti snotast Það er eitthvað dýralæknir að hafa það heldur gott sko. og varst að passa perlu Já, nú ekki það Egill er mikið dýralæknir líka sko Já, það er kannski bara 50-50 Hefur átt gælindrið Já, því págögg Það er hver nenni því Ég er bara Það er ekki að págögg eða gullfisk Ekki að leita pása hérna Pási Ekki eins og ég hafa Þetta er ófrumlegast að nafna págögg Hey, where do you get your ideas from? Þetta var að bæktala pása núna Áttur í alveg með págögg sem hétt Pási Hvað er að gerast? Akkur finnst þér ekki hund sem hétt Snati? Eða Lassi Já, það er gaman að pása En sko þetta er mista 50-50 Þetta er ekkert eitthvað sem ég er að fara að berjast fyrir. Já, ég er sammála. Ég er ekki með neinn rauk fyrir okkur ég ætti að vera betri eða Ég er sammála. Blondell 50-50, það er mist Sko straka, þetta er Það snýst má vera jafntefli. heiðarleika Já, þetta er bara stórmestari jafntefli 50 Fjórða hættulegasta starfi heimi samkvæmt þessum lista Þetta er náttúrulega misjant Það er flugvirki Það er alveg þetta skrít Akkur í anskotan Að því að Sko pappi minn er flugvirki Já. var að hætta Þetta er mjög skrítið Hann af því er að- aldrei í hættu, ég get alveg Þú átt að staðfest það príla upp einhvern stiga og hvað við sem að því- Ég get sagt ykkur meira sem svo bara lögreglustarf sem er, ég hef nú haldið að væri þarna bara nánast í fyrsta sæti Já. Það, þú veist, ég gæti að hafa dott kannski að vera sko, skrítið lista en ég Dýralæknir og flugvirki hættulegustu störf í heimi og svona Þetta hljómar sem mannjú og svona mængraftirar, hvað kallar maður það? Svona námuðinaða fólk Já, það er hættulegt Það var á listum en ekki á topp 5 skilur þú veist, Ok. þetta er mjög skrítið en Ég get lofaði því að það er hættulegur að vinna í námu heldur en að vera dýralæknir Já, en- Ég get ekki bara, ég get ekki skipt peru á bíl Það er ekki að fara að gera með flugvél Nei, Því miður En þetta er að því að það er oft vont veður bilanir kom upp og Vond væntanlega einhverjar veður, þau sprengingar. gera við vélarnar í flugskilum Ég veit ekki hvað listið þetta er, ég googlaði þetta og ég fann þetta Heldur þú að flugvirki hangi bara á vængnum þegar hann er að fljúa? Nei, ég held Og það er slæmt veður út Ég meina pappi er í flugverki, þú getur Já, spyrst það herru, pappi, hann fór beint í þægindir Hann var að gera við sætin og svona bara í vélunum Hann var aldrei í neinni hættu, ég er í meiri hættu heldur en pappi minn í stæði Það er eitthvað dúlla sér inn í vélni Já. Og hún er inn í einhver skíli Stórfurðulegt Nei, þú ert að vinna með einhvern hreyfil og þú ert bara að setja einhver að víra saman og finna út úr þess að það getur bara komið sprenging Þetta er in the family hjá Blöð Hann lítur að taka þetta Já, ég skal taka þetta, þetta er pappi flugvirki Já, þú hlýtur ekki að fengja ráð bara á gamla Já, ég geti það Herru, þá er það þriðja og það núna, þið tengja alveg þetta Það eru bull riders Það eru Þarna er komin hætta Já. Og þetta er í þriðja senda Ég vissi Og ekki við erum, held ég, báðir frekar öflugir að Mástu við fórum hann á Magalúf og fórum á Nauti, mástu Já, ég döð skamaðist mín Þessi var svona Hvor eitthvað var betri? Já, svona gerfi og ég veist, við báðir frekar góðir sko Já, Mækarinn var slagur sko Hann var sá slakasti sem ég séð á sig, sko. Mækarinn held hann að vera á Nautin svo 34 mínútur En hann var í svona 4 sekúndur sko Já Já, búið Þannig að sko Hvor eitthvað tekur þetta? Strákar? Ég held, sko, eins mikið mér langar að segja ég Þá held ég að ég sé svona hrættar Ég held að Egill færi lengur en ég í þessu Af því að ég er meiri kveið Þú verður líka að hugsa eins og klæðinaður og svona, þú veist, hvor er flottari með hattinn og skýrtuna Það er ekkert með það Sko ég er með incredible balance sko Já, þú sem vinnur með mér þarna, sko. Þú vannst væp á það sín tíma Rétt og Reyndar- það var ekki hægt að ná mér af Þannig að sóknum sko Nei, ég hefði kannski unnið að ég fengi að klára en það er annar mál En hérna, ég gef allir þetta Ok, þannig að það er í rauninni 1-1 Já. Það er bara, þetta er spennandi Það Já, er- Það er 2-1 Það var engin, Nei, þú það tókst var engin flugvirkjann. winner í Já, flugvirki. Dýralæknum Já. það er 1-1 Það er 1-1 Ok. sko Herru, þá er í öðru sveiti Þetta er svolítið skrítin listið því sko þetta sko En þetta Hvað er ertu að bara koma með núna? Það er sem sagt ruslafólk Og það er hérna Það er eitthvað með þetta kjæft að ég heyrst fólk sem er að vinna við að tæma rusl Og Hvernig anskotar með það ættulegt af því að það er að Þú ert hangandi aftan á bílnum. Já, það er að Já. detta af ruslabílnum Og hefur lendið því að það sé keyrt á það og fleira Þannig að Já. það er margir sem degi á ári sem vinna við þetta allavega erlendis Ég væri betri í þessu Sko Púp hjekk aftan á ruslabíl í leinilögunni sko Já, og fyrir Já, og utan hann það, ég gerði það- sótt í rustun á Söðukröki Ég bara fekk ekki starfið, þannig ég hef reynt þetta Er það? Já, Og á það vel borgað og mér Varstu langaði denied?
I was denied. Þú Ég ert veit- auðmiki, eða þú veist Nei, ég veit ekki Það stóð nefnilega að Þetta það var væri- bara því ég var ekki með einn sambönd Það stóð að það væri highly paid. Bara pappiðin þarf að þekkja eitthvað Það stóð að það væri highly paid job á Já, það var þessari vel borgað á hérna En sögur þú Mér langaði að komast í þetta þá og eru þetta að vakna snemma og reyndar En vakna snemma, ég vann í bakaríinu Ég mættu þar 5 á mótnana rosalegt Ég var mættur 6 á morgnana í laugina. Ég lagði mig alltaf frá 2 til 3 og fór svo á fótboltæðingu En byrju vaknaði þú Ég Þegar mætti varst baðvörður, varstu mættur 6 6 yfir núna Hvernig opna sundlegar? Ég var vantarlega 7 eða eitthvað Hvað varst að gera í klukkutíma? Ég var Fór í alveg að fela turninn. mig sko Ég var náttúrulega alveg að fela mig En þú voru að mættu undir sturtuna þegar fólk er að þrýfa sér penisinn Það fyrst ekki að ég lappar inn Það fyrst ekki að ég lappar inn Ég man samt En ég man Hvað var vann við það? Hann vann ekki við það. Leðunum bara að klára þetta En málega það Ég man samt alltaf eftir að tilfinningin þegar ég vaknaði til að fara í vinna Þá leið mig fyrstu mánun alltaf eins og ég var að fara til útlanda Ég vaknaði svo snemma Þegar maður venst í, það var alltaf leið Já. En svo Egil getur nú staðist núna Ertu ekki alltaf vaknaðar 5:30? Jó, ég var vel sama En þessi vakt var líka búin 2 Ok, en sko, ertu mót Nei, ég sá þess mús Ruslakallin ítaka Já, þú tekur Hann er góður í 2-1 þessu Ég er með grunnar að Egil líka síðasta Þannig að þá gæti þetta enda í Hvað er hættulegast að starfi í heimi samkvæmt þessum skrýtna lista þínum? Hættulegast að starfi Þú kan vinna á kassa í búð Nei, samkvæmt Það eru þessum næsta starf Samkvæmt þessum lista Strágar, mér finnst mjög skrítið að Þetta hlýtur að vera að vinna á olíupalli Það er bara að vera trollan Þetta fór eitthvað grínsið Olíupallur, hérna pallurinn Svo er að hérna mænirinn og löggan og svona fullt að hættulegast Ekkert að þessu eru top 5 Ég fór í rauninni ekkert aftur yfir listan Ég sett spurningamerki á þetta sjálfur Ég held að þetta verið ekkert í réttir röð En sko, allavega, Nei. fyrsta sæti Það stendur 91 döðsföll á einu ári að meðaltali Það er skóaröksmenn Ok, það getur verið hættulegt Þá eru tríin að detta í vitlausa áttir og stóra vinnuvílar og meira Ok, þetta er eina sem meika sens á þessu lista En þú ert bara að saga henni tri og síðan sérðu hvað það dettu þú bara ferði í hináttina það er ekki eitthvað flókið Þetta er nefnilega flókið, ég horfði á þáttum þetta, ég man ekki hvort það var á Netflix eða eitthvað djöfulinn, þetta er stór hættulegt starf Sérðu mig stökkva undan fallandi trí? Það gerist Nei, þetta er út hægur sko Þú dettur eins og tré, það er það góða Já, Ég veistu sé hvað? þetta og Ég þú nefnilega- dast mjög hægt niður Ég nefnilega Og mála lengi það. að standa upp sko Ég hef dottið niður sko, ég hef oft dottið í gegnum tíðina sko, ég hef dottið niður ég datt einu svona niður stiga sem var þvílíkt langur sko, og fólk var í sjokk yfir því að ég stóð bara upp eftir að bara, ekkert mál Stíði eða? Nei, já, ég var í því en veistu hvað af hverju, sant þegar ég dett, þá slekk ég á líkamanum ég rúllaði niður stegan eins og kartöflupóki þeir sem brotna eru þeir sem eru að streitast á móti Stífna. Já, ef þú sér einhvern að renna í hálku þá er hann að reyna að gera allt til að dett ekki hann reynir að nota hina fótina, reyna að koma jafnvæðin á dettur og handlisbrotnar Þú slekkur og líka ef ég flýg, ef ég renn í hálku þá bara, ég set hendur í vasana sko. ég bara og hlamma mig niður stend bara upp Ég held að sé kannski einn maður á landinu sem getur dottið betur en þú Já. Veistu hvað það er? Það er sveppukurul Það er hárrétt Við höfum Hann slekkur og líka Það minnir nú að við höfum eitthvað að vera að leika okkur Jú, búinum með 2-3 sko leika okkur að detta heima hjá honum eitthvað svona Sveppi er oftar en einu sem reynda að kæta mig í kasinu og einhvern veginn hann gekk illa í kasinu og vorum að lappa niður tröppið og hann bara myndi að kæta, ég myndi detta þetta niður tröppið ég eitthvað, já, myndi kæta með helling og hann rúllaði með alltaf tröppið í kasinu og í afstænd Skemmtilega eitt besta moment bara sem ég átti í lífinu það var þegar við vorum einhvern tíma það var rappartíð eftir steipuna eða eitthvað við vorum að gera seri 1 eða 2 eða eitthvað og það var heima í honum enduð þar Kanni slagurinn hann Já, þegar við bara ákveðum við fórum svo, þetta var svo geggja moment sko við lokuðum öllum gluggum í húsinu hækkuðum í ofnunum og fórum svo í gannislag Og bara svitna vel. vorum allir vorum báðir blöytir í gannislag og svo þangað til að ég held að minnir á Íris að nú bara komið niður og skammaði okkur sko Beðum að fara Já, Herru, ég myndi segja Egil væri betri skóraöksmaður Það var það jafntefli á 20 Stórmeistari jafntefli En ágættis keppni það, fyrir utan þetta var svolítið skrítinstöð Ég er að spá í sko, núna var ég með hættulegustu, ég er að spá í næst kannski að var í 5 hæst borguvinnurnar eða skrýtnustu vinnu eitthvað svona Til í þetta, ég ætla ekki að skjóta þennan eins og spenana, þessi var góður Máta til þetta hamingju. bara. En verða mávar sant Nei, það var Ég er að tjekka könnuna Könnun, 80%, já, ég verð með máa næst Þetta er One Republic, kannski ekki þeirra besta lag I Ain't Worried heitir það Já, En Það er lag ég hitt það er eins og komið að Sko, ég sá One Republic hitt upp í U2 eins og við voru geggjaðir en þetta er þeirra nýjasti slagari
Hún heitir I Ain't Worried. Ég veit ekkert tónlistar. Bara ekki neitt. Það er sko, þú veist ekki neitt bara neitt það? Ekki neitt svona slúður. Þú veist ekki hver neitt er. Nei, ég er alveg sammála því. Nei, sko, og stundum heldur ekki til, sko. Ég bara Þetta er nú lítið land. Já, en þú veist, ég er að segja, skilur ég er oft eftir á með fréttir. Já, en það er hins vegar komið að dagskrálið sem heitir spurningakeppni Egils King of Weddings. Þetta er svolítið skemmtilegu titill. Já, ef þetta er sko, að því ég er að vona þegar maður rósaði stundum Egil, þetta er svona eins og rósa börnunum sínum og þá vonar maður einhvern veginn að þau bæti sig. Já, það er það sem ég er að gera. Síðasta spurningakeppnin, hún var góð. Það var þetta King of Royalty og þú varst með punkta hvað þau gera og eitthvað svona, hvað með eitthvað. Ég er með það líka. Svona aðeins þroskara. Þetta er þroskaðar í dag. Já, til í það. Þá ætla ég að reyna að vinna. Þetta verður líklega minn þroskaðasta keppni. King of Weddings. I like it. Og núna hef ég við keppnina. Heldur að þú takir vodka Red Bull með Ívari Guðmunds á morgun? Já. Ef það er bóði, já. Og þá hugsa ég skálið með Ívari. Já, ég er búin að hlera Horny Tet, hann er með vodka Red Bull. Ok, það ætti eiginlega bara að kalla vodka Red Bull bara einn Ívar Guðmunds. Rétt. Það var bara Það er ekki bara á að heita það. Þetta er eina sem hann drekkur á tjaminu. Getið þið tekið marga vodka Red Bull? Nei, ég myndi bara taka einn. Einn? Já. Allt til að taka 2-3. Já, ég myndi kannski taka 2 ef það væri, ef ég var í útlöndum og þurfti að rífa mig í gangi eða væri á einhverju tveggjaða bendir en ég þarf að vakna snemma daginn eftir og svo kvöld eftir eitthvað, það er mestalega einn á morgun. Já. Hefur þú tekið dólgin í brúðkaupi, reyfið mækin af veislustjórnum og verið erfiður? Nei. Það er alltaf einn gæði í brúðkaup sem gerir það sko. Já, maður hefur séð að gerast með þess að það maður að veislustýra sko. Það er hræðilegt að koma fulli frændin upp á svið sko. Við þurfum að stoppa svoleiðis. Það er máli, kemst ekki hver einnig brúðkaupi? Nei. Kann maður sjá hver verður fulli frændur á morgun hjá Horny Tet? Það eru nokkri sem kom til greina þarna sko. Það eru ýmsar fyllibittur sem getur vafrað upp á svið og það á að vera regla strákar að því að ræður eru yfirleitt ekki það skemmtilega, það kemur alltaf ein og ein negla sko, en svona yfir höfuð þá er það á ekki að vera að leyfa ræður eftir 10-11 á kvöld, þú veist, þá er bara þá þýr ekki að vera fulli frændir að drekki sér kjark allt kvöldi og fara svo upp á röfla. Þú ert ekki búin að biðja ræðuna fyrir brúðkaupin, ákveði svo í miðju brúðkaupi, herru, ég ætla að segja nokkur orð og þá er það basically bara því að þú ert orðin fullur og langar að ég var með svona eins og Óskarnum, ég var með svona lag sem ég set á ef ræðinu og lönga er leðileg. Mjög gott trikk. Hvoru fegst þið þetta? Sko það er 1-1 sko, þetta er fókin spennandi sko. Jón Gunnar er sköllóttur og graður. Ert þú sköllóttur og graður? Já. Sæður ekki að þetta verður eitthvað þroskast og svo hendi hinga til það? Já, ég er 1-1. Get ekki alveg flokka þetta undir þroska hér 42 ára gamall á FM. Hálf ógeðslegt. Já. Akkur hvað? Þetta er bara fact. Nei, ég myndi aldrei flokka mig sem eitthvað horni. Nei, sköllóttur, ég skal taka punktum. Steinþór? Ég er náttúrulega með hár, þannig að þetta er erfitt fyrir mig. En það er nei? Já, það er nei. Það er 2 blöð. Blöð. Þetta er byrjað heldur vel hjá þér. Já, takk. Myndir að spara í brúðkaupinu og hafa landabollu eins og landakös gerði í afmælinu sínu á sínum tíma? Ítla vegið að kösana því að hann var ekki með landa en nei, ég myndi ekki spara í brúðkaupinu mína. Út af því að þetta er álur sparnaður og hefur bara landakös er ekki að fættur í gerð? Landakös var með bláan Smirnoff. Líka bara hálf illa eimaður þessi landi, það voru allir hálf rugglar. Þið í COVID voru bara menn sem að höndluðu ekki bláan Smirnoff því hann er sterkari rauð. Ég var alveg smakka. Við af króknum, við hlóum að þú ert alveg að tala um menn sem var að smakka bláan Smirnoff sko. Já, ekki sá maður, þú ringdir í mig í panik í daginn eftir ammali bara, hvað var ég að segja þetta í lokin? Þannig að nei, þú höndlaðir ekki bláan Smirnoff. Nei, ég sko Ég döðs eftir, ég haf ekki logið þér og það var að segja eitthvað ógeðslegt. Já, en þetta Já, var ég með einhverja ræðu. Þú varst ekki eini sem var í blackout. Ég held ég að vera með ræðu þetta. En nei, maður myndi ekki spara og maður myndi vera með alveg áfram. 2-1 fyrir blöð. Það ég ekki stig þarna líka. Ég sagði nú og ég myndi Nei, myndum ekki spara. Sko, árið 1970 Maður greinlega fær stig fyrir að spara. Sko, árið 1970 var meðalaldur brúðguma 24,6 ár og þið eru núna nálgast 50. Hafið þið eitthvað hugsað ykkur að drullast til að gifta ykkur? Já, það er svona það að koma til náttúrulega búin að vera í samband í 15 ár. Mér finnst þetta meiri pressa Steinda heldur en mér. Já, við erum Ég er í 5 ár. Við erum báðið tveggja barna feður og búin að vera með sömu konu í mörg ár sko. Já, það er mikill munur á 5 og 15. Ég veit það nú ekki.
Ég held að þetta sé alveg sama pressa sko. Já, en já, jú, hvað var spurninga? Við þurfum að fara að henda okkur í þetta. Já, svona það veit. Það er ekki hugsað þar að ég myndi nú segja það, já. Já, maður er alveg hugsað það. Nú er það? Já, ég myndi nú Það er að fara í veislu. Ég myndi nú segja að þú ættir að gera það líka. Skemmtilega sem að gera að fara í brúðkaupi á vinnu sínu sko, þannig Já. kannski gerir það bara fyrir vinninu. 2-1 enda fyrir blöð sko. Já, samt, þú veist, þið sögðu samt báðir já eitthvað. Hefur þið giftið í kirkju í Vegas og brúðguminn var vöðvamikill haukulegur above average myndalegur drengur? Nei. Já, hörru, það er punktur á blöð hana. Já. Er það ekki? Jú. Já. Steinar, þú er ekkert verið í þessu? Nei, ég hef aldrei gift mig í Vegas. Nei, það er 4-2. Heldur að þú fáir B&B, blástur á brúðkaupsnóttinni? Blástur? Nei. Ógeðslegt. Já, ég vil bara segja nei. Ég myndi þetta lag undir líka, verra að hafa þetta í þögninni sko. Já, ég er með eitthvað bettaði það. Steinar, þið verður að vera hreinskilin að það sko. Ég held að ég verði með en síðustu úr veislunni ef ég gifti mig. Já. Sko, er þetta ekki yfirleitt þannig að brúðhjónin yfirgefa veislunni eitthvað aðeins og undan senustu fyllibittunum? Ég var ræðið til við Sóla Hólm og hann sagði þau voru bara þar til að nánast allir fóru. Ég hugsa að verði alveg sér mér. Þetta er bara partí með öllu þínu besta fólki. Ég er ekkert eitthvað að drífa mig upp á hótelherbygg. Nei, ég er alveg sammála og sko. ég held að það sé ná líka freka þá kannski bara að leysirinn giftið er búin að samla 1 ár það drífa út bara með öllum vinninum. Já, ég er ekkert að bíða eftir B&B Ég myndi kannski ekki læsa kofanum. Ég myndi svona á einhverju tímpóti bara ég færi á undan einhverjum heim. Þú segir Jóli En á móti held ég að þú mætti sko, ég myndi ekki vera fullur og gestinir. Jú. Í brúðkaupinu. Er það? Fullur. Þetta bara í því. Nú er dauðafæri fyrir þið Steindór að minka munn sko í 4-3. Elskar að fara í brúðkaup því að það er a great way to pick up chicks. Er það þannig? Er það ekki bara í einhverjum bíómyndum? Nei, ég held að sé ekki bara í bíómyndum. Ég held að sé bara þannig í Bandaríkjunum. Ég held að sé ekki þannig á Íslandi. Veistu hvað mikið að single gæðum sem fara morgun horny tattoo, sko, vel peppaður. En er ekki oftast Þetta er bara staðar Nú eru hérna Fjóla og Jónguna Þau eru ekki 20 sko. Nei. Þetta er ekkit fyrsta brúðkaupi sem ég fyrir Jónguna og þannig að það er ekki flestir að koma með magasín með svona 95%. Síðan að á hún single vinkonur og annar á single vini Það er mun algengra þegar fólk giftir sig ungt heldur en þegar þetta koma á þennan. Ég held líka ástæðan fyrir þetta sé örgulega miklu algengar í Bandaríkjunum er að það er í Bandaríkjunum líka með í Bandaríkjunum er stærri dagur að gifta sig heldur en eignast barn. Já, og líka bara þannig að þú veist, ég held að sé miklu meira það líka bara eins og í líkamsræktarstöð og kaffihúsi að einhver komi og eitthvað hæma og bjóða kaffi eða eitthvað svona þannig af því að þú ert í Bandaríkjunum og býr bara þar og þú sérði einhverju mannesku sem þið langar að kynnast þá verður þú bara að grípa mómentið. Á Íslandi? Nei, það er ekki það sama á Íslandi. Á Íslandi er þetta meira bara, þá veistu í rauninni hver þetta er eða þekkir einhvern, þú ert allt í hennu bara svona, búin að addinn á Facebook eða búin að, þú veist hver þér er að fara. Hérna er þetta, skilur, þar er þetta bara, þú sér bara einhver mannsku, þið finnst þessi mannsku mjög interesting, þú þarf bara að grípa mómentið núna eða þú sér hann aldrei aftur. Þú veist, ég held að það sé mikill munur á líka bara svona þeirri menningu. Fengstu punktana, Steindór? Ég man ekki spurningunum, örugglega ekki. Ferði í brúðkaup til að pick up chicks? Nei, ég held ekki. Ég held að ég fá ekki punkt á það. Þetta er mjög spennandi sko. Þetta er báðu séns síðustu sko. Já, ok, hvað er síðasta? Væri hashtagið í brúðkaupinu horniblöð? Nei. Steindór? Já, getur verið líklega. Í brúðkaupinu þínu? Horniblöð? Þetta sé að segja við Tatman. Við erum eitthvað svona fest hashtag sko. Hvað væri gott hashtag samt? Hvað væri hjá þér og Sigrúnu? Ég held að við værum allavega ekkert eitthvað það hörða okkur að hashtagja en að horniblöður er allt í lagi bara það var það bara næst núna hérna það var það er að standa við það er 4-3 King of Weddings ein loka spurning heldur þú að taka Jackson á morgun hjá Tatman í ykkur mökki? Nei, enga líkur ekki sé enga líkur taktu hanska með og ef þú ert í gýr herðu við skuldum auðvitað sem betur fyrr held ég til að hlusta hér á FM 95 á FM 957 þetta verður spilað í þessu þætti Kanye West Heartless virkilega flott lag en snildar tónlistamæður hérna á ferð þó svo að hann í allskyns vesenni þessa dagana greið kallinn hann þurfti meira sem daginn ég ætlaði að vera með í slúri svo náði ég ekki inn hann þurfti að basically láta vita það var ekki hann sem skrifaði að Kim Kardashian væri með meiri niðurgang en mennilegt fólk það var eitthvað sem var bara svona stælan og ef þú þarft actually að koma fram og segja þetta hafi ekki verið þú þá ertu búin að vera að skrifa eitthvað skrifna hluti held ég
pæli að nenna þessu maður tala þú veist, segja einhver sem með eitthvað ræpur Já, hann þátt að gera það ekki, það var svo sagði hann alltaf Gali Já, dæmi, það var einhver að hann stæla. lítur að hafa gert þetta Nei, ég held nefnilega ekki, hann hefur saklaus að þessu Greiðkallin, en það komið að sturlum staðrendum fá smá svona þroska og wisdom í þetta hérna í lokin og já, svo fólk kveðið þennan þátt með smá já, eins og ég segi, visku, eru þið tilbúinir, drengir? Já. Fyrsta sturlaða staðrend dagsins fílar eyða 80% af degi sinum að borða Lítið hátala 80%. Já, þannig þeir eiginlega bara borða og sofa Ágætis lífsósund Já, Þú segir það, þeir eru alltaf eitthvað rífandi eitthvað tré niður og dúlandi sér eitthvað við það sko. Það er eina sem þeir gera sko Og það er ekki ein manjur Jú, það er ein manjur Þessi hérna er rosaleg Á meðan ég les þessa staðrind þénaði Jeff Bezos $8,000 eða 1,1 miljón Hann fekk 1,1 miljón Núna er hann komið 2,2 síðan ég byrjaði að tala um það Núna 3,3 Veitu, hérna, hann er með Amazon eða? Nei, Microsoft Amazon Hann áfyrir salt í gröðin sko. Er það ríkast maður í heimið það? Nei, var ekki Elon Musk að taka fram úr hún Já, ég held að En já, þetta Já, þú veist, þeir skiptast áruglega Þeir eiga nóg báður sko. Haldið hann sé hamingisamur Nei, ég veit, maður veit það ekki sko Kaupa sér snekju sem var það stóra að færa eitthvað brú hérna einhvers staðar hérna nált Amsterdam sko. En heldur að kalla það því það Já, hamingja? miðað við hvað hann alltaf skellir hlæjandi öllum myndum og svo er hann bodybuilder Ég held að sé að fáum miljónum fáum, hann er leitað miljónum sem er bara ég held að sé allir góðum stað sko. Byrja að selja bækur á netinu Reyndar, hann er ekki verið ríkur allt sitt líf Ég held að það munur Nei, og líka Amazon var í the shitter á sínum tíma og enginn að trúa að það er því neitt og hann að Það er allt í lagi að kaupa hlutabrið í því Já, Svo er það næsta Já, hörru, þessi var svolítið áhugaverð Þú karakterið þinn breytist þegar þú talar annað tungumál Basically, það er búið að rannsaka það ef þú ert í Bandaríkjunum stendi og ert að tala við fólk þar þá ert ekki sami karakter og ert út að tala íslensku hérna heima Nei, þú veist, það náttúrulega erfiðar á öðru tungumáli sem þú talar ekki jafn vel að vera jafn spontant til dæmis Spontant og kannski jafn sjálfsörugur Já Og þú líka talar hérna ekki ennsku ekki svo besti Nei, ég stressast allir upp sko Þú veist, ef ykkur stoppar Þú skilur alveg ennsku Herru, láttu ekki svona Nei, ég er Ég er 37 og háls Þetta skilja ennsku Þú skilur alveg en þú talar hann ekki Þetta skilja ennsku Ok, þetta var ekki börn sko Hvað var þetta bara alveg spurninga? Þá er ég að meina skilur allt sem það er að segja þig Basically Skilur flest Ég finnst þess að þú sér alltaf að spyrja mig eitthvað hvað er hann að meina Hvað er hann að meina? Hvað er þetta að tala um? Hef ég ekkert að vera í útlandi og sagt hvað er hann að meina? Þá er það bara einhver algjör fyllibita En þú veist málega er að þegar einhver stoppar og skrúnaður rúðuna og spyrir mig allt í einu óvænt á ensku einhver ferðamaður kannski hvað er hérna, getur þú sagt mér hvað þetta er þá á ég til að stressast, skilur panikar aðeins sir, yes, excuse me no, my friend, you take this road over there to the mountain Þannig að karakterinn hann breytist Já, ég held ég sé ekki alveg skemmtlegur Ég er svona frekar svona Ég hef verið með þér í USA Mér alltaf finnst þú bara mjög skemmtilegur þar sko. Mjög skemmtilegur Hægur og svona en skemmtilegur Hægur, þegar eru komin 2-3 í mann þá er mann alltaf alveg farin að segja djóka við spilaborðin Já, er rosalegt þegar maður er búin að vera á svona smá ralli í 2-3 daga elendis og maður er byrjað að hugsa á ensku Ég lendi því Þá er ég bara svona, hvað er að gerast? Þú varst náttúrulega með annar fótinn í Oklahoma Já, náttúrulega bjóð þar í 2 ár Það er hægt að blekkja heilan í fullnæðingu án kynlífs eða sjálfsfróunar Þannig að maður geti bara fengið fullnæðingu án þess að Já, þetta er eitthvað, þetta sé ekki eitthvað svona tantra kæfta eða eitthvað, ég veit það sé ekki stendur og loka augunum og hámarki allt í hennu Það stendur, you can trick your mind into orgasm Þannig að þú gæti læst eitthvað núna Þannig að þú þarft ekki að gera neitt Núna er bara platan Þetta verður með eitthvað rosalega jartengingu annars sko Allsber eitthvað státt í náttúrunni og Berfættur eða ekki nóg Eða ekki Sko Ef maður kynni þetta, væri maður eitthvað Nei, fjandinn Nei, Þú maður ekki bara að gera þetta old school En þú veist Ég var ekkert eitthvað að labba bara eitthvað svona Æjú, herru, teka eina núna En myndi koma eitthvað með þessu? Já, með að þú ert að blekkja hann, já Hvað segirðu? Já, pottið, þú ert að blekkja heila Nú, þú færðu það og kemur maður til oftast eitthvað, ekki? Nei, ég er að spá í hvort þetta sé þannig kannski án þess Þannig Já, það stórendur ekki
Það veist að skoða þetta, Petur. Ég fór ekki svona svo Herðu Fólk var stillur á bylgjunum. Nei, miklu verri, meiri viðbjóður þar Ég held að bylgjulæstin sé alveg núna bara í 5. gír. Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er kannski kjánalegt eitthvað, ég veit ekki, en mér fannst þetta skemmtilegt. Vissu að það er komið mótsvar við Liar Liar Pants on Fire. Þetta er eitthvað sem ég hef sagt í mörg ár þegar einhver að ljúga bara, Liar Liar Pants on Fire. Þetta mjög oft. Já, veitu hvað mótsvarið er? Nei. I don't care, I can buy another pair. Vá. Okkur fannst mér þetta svo skemmtilegt. Þegar ég sé á ykkur eitthvað Já, sko, ég er að reyna bara svona endur líka það sem dóin í mér, en ég I sko don't care, I can buy another pair. Þannig ef eitthvað segir við ykkur, hey, liar, liar, pants on fire, þá segir þú, I don't care, I can buy another pair. Þetta er Því að kveiknaði í buxunum. Ég er ekki að grínast, þegar ég las þetta í dag, ég ljómaði. En ég Það basically þú ert að meina að Pants on Fire, það er búið kveiknið þeim, það eru ónýtar, þannig að geti keftið nýjar. Já, skilur ennsku. Er þetta svo stein? Ég held að segja því þetta fyrir mig. En að Hann er með annað par sem sagt með sér. Þetta er Því ég svolítið. skildi þetta var sem þetta fyndi. Er þetta ekki svolítið bara, þú veist, að segja brandara keyptu upp brósta halda? Nei, þetta er svona meira kannski sá líkt sem Finnur segist á sem á hana. Já. Með mótsvar. Já, byrju, það var nú komið 3. mótsvarið þar. Byrju, sá að líkt sem Finnur segist á sem á. Það var eitthvað Hvað er svarið við því? Maður gætt komið með eitthvað róttök þar sko. En nú man ég það ekki, ég er að rifja þetta. Ef karlmaður pissar á þungunarpróf og fær jákvætt er mjög líklegt að hann sé með krabbaminn. Ég veit ekki hvað karlmenn er að míga og Þetta neikvæður Þetta er rosa neikvæð staðarinn til púp í dag. Já, nei, samt. Og það er stendir að fara míga og þetta bara leiðum kemur heim sko. Nei, ég sleppa því. Já, er það ekki? En við erum eins og að detta þann aldur. Við þurfum að fara í, hvað heitir þetta, að náskapinu, hvað heitir þetta? Grunar ykkur ofta Grunar ykkur stundum að sé eitthvað svona að, þú veist, eitthvað að. Ekki kannski þetta, en eitthvað bara. Ég þegar mig gruna að þá passa þeim að googla það ekki. Þá ertu bara komin í eitthvað rabbit hole og það er bara degi eftir 2 daga sko. Já En þú veist, hefur þið bara vaknað og verið með eitthvað verk í brjóskassanum og svo bara fer hann, þú veist, maður er alltaf að fá eitthvað verk í Er það ekki aðeins þetta? Ég er ekki að lendi því sko. Skilur þú? Nei, ég skil ekki. Það er alltaf að fá okkur verski. Jú. Ég er kannski bara eftir skvassi eða liftingar. Já, ég er að segja það. Nei, þú ert ekki að Það fórst aftur í mörg COVID-test 300. Nei, ég fór Þannig í jafn nájaður á pappisen. Var ekki Saknar þess ekki að fá pinna? 20, 30 eða eitthvað sko. En áttu pinna heima þar ennþá núna til að leggja þér? Ég ætla að líka að fara því að maður var alltaf ykkur innanlandsflugum og eitthvað fyrir skemmtanir ofta voru maður sendur í Mastu Píun og Ísafirði sem að greinlega þoldi okkur ekki. Djöfull að það vant maður. Sett það bara upp í heilan á. Já, það var rosalega. Ég sko þá Ég sagði við Steinda og þetta er sönn sagði. Við erum að fara að gigga hérna á balli og Ísafirði, einhverju úlingaballi og konan segir bara svona seti pinnan og ég fór bara að grenja. Þetta fór svo langt, þetta var bara nánast upp í heilanum. Maður fór að grenja. Ég sagði við Steinda, hann var nastur í hanni. Ég bara, ok, ég held að þessi kona, henni er eitthvað illaðið með eitthvað. Ég er búin að taka 10 svona test og þetta var bara, hún var að leika sér að meiða mig. Steindi, já, ok. Svo fór Steindi, kom tilbaka, hágrennandi, hún hataði mig líka. Greinlega þoldi okkur. Nei, minnir ég hef nú bara verið með blóðnassi. Það er rosalegt. Svo er það síðasta, elsta manneskja allra tíma, Jane Calhart, reykti frá 21 árs aldri til 117 ára. Hún hætti 117 ára reykja og lést 122 ára. 122 Þannig að segja sígarettutaki dag hérna Hvað byrjar ekki aftur stundum? Sko, ef sígarettur hefði verið að taka hérna einhver ára af henni, þá hefði hann bara getið orðið svona 150 ára. Talandi 150, þeir segja að svo manneskja sem fætti í dag sem verður 150 ára, fyrsta. Fyrsta, sá sem er að fæðast í dag? Nei, þau vilja meina þessi manneskja fætti í dag sem mun verða 150 ára. Já, af því að það er komið miklu betra fæði. En það er líka komið miklu verra fæði líka onni í þetta. Það er bara tæknin, þessi læktar og góður að halda fólki á lífi. Herri, ég spyr ykkur drengir hvað af þessu kjæftæði? Shit. Það er bara engin leið að vita það. Er það fílar eða 80% deginum á meðan ég lasa staðarinn til að Jeff Bezos þennan pening, karturinn breytist og talar hann á tungumál, það er ekkert að blekkja heilan í fullæðingu á kynlífs eða sjálfsrónu, það er að komið mótsvar við Liar Liar Pants on Fire, kall maður pissar á þungunarpróf og svo elsta mannskja allra tíma. Ég held að það sé Ég ætla að segja mótsvari við Liar Liar Pants on Fire. Ég held að hristingurinn Hristingurinn var rétt og það er svo sem engin sigur í þessu kjafti. Hvað var það segir? Þú getur blekt heilaðin í fullæðingu. Já, það var skviti. Já, okkur sagður það ekki. Jalapeno lime eða mango tango. Loop
Merch Andvarp Vesuvíusar 500 gráðu hiti Pizzabakari Ferrir Ólífu Hörund Afli dagsins dregin í land á giltri strönd af sjálfum Neptúnusi Náttúruvín Sislandi Napoletana Grandi Garðatorg Hlemmur Selfoss Flatey Pizza Þessi klassíski, þessi gómsæti, okkar þekkti Brynju ís, hrein náttúru afurð. Orkan Bústaðavegi, lægsta eldsneytisverðið í Reykjavík. MC Gauti, Úlfur, Ragga Gísla, Jesú Kristur, Klöptöp og Saga Garðars verða á júlevenner MC Gauta í Háskólabíó. Græið miða á tix.is. Nike. Hlaup, gönguferðir, liftingar, golf, fótbolti, körfubolti, handbolti. Þú fær allan æfingafatnaðinn hjá Kringlunni, Smáralind, Akureyri og Air.is. Á að fara út að borða í kvöld? Tryggðu þið borð inn á dineout.is eða í Dineout Iceland appinu. Í samstarfi við Dineout og Loop Jalapeno Lime Merch. Hárið, það eru Dineout og Loop sem færi ykkur F95 blöð ásamt sjálfsögðu Túborg léttöl og Keiluhöllinni. Þannig að við hvetjum fólk sem ætlar út að borða að tjekka á Dineout hvort það sé laust fyrir ykkur sem ætlar í keilu eða pílu eða karaoke eða ég veit ekki, það er alltaf það er Keiluhöllin og já, svo bara segir hitt við pínu sjálft. Var Sétjó komið í boccia? Nei, hann er ekki komið boccia, það er eina sem vantar þarna. Heldur hann gerir það? Nei, jú, samt boccia til dæmis ef maður á Ítalíu þá getur hendur í boccia út allt sko, það er mjög gaman. Þetta er fáralega skemmtilegt sem að væri bara með þetta örlítið svæði, ekki þá mikið. Nei, þú þarf ekki stóran völd sko. Og svo ertu bara með kannski 4 stóla eða eitthvað og svo situr maður bara á hendi boltu, ég geti gert í marga klukk. Bara gerðugras og 4 stólar. Þetta segja það sé. Já, þetta er viðskiptahugmynd, það er eitthvað sem er að hlusta. Já, ég er bara okkur, hættum að gefa þetta og opnum bocciastað. En það er komið að lokum hjá okkur í dag. Þú óttar ekki það sem heitir bocciablu. Herru, veist hvað, ég kalla mig á grillinu Blöbikjú. Nei, ég er að svara grillsi. Það er rosalega Blöbikjú. Ég verð að finna mig grill. Ef grillsi og blöbikjú eru saman á grillinu, það er rosalega. Þú ert slagasti grillar sem ég sé. Ég geti verið pölli pú. Ég hef aldrei séð svona gæja á grillinu. Herru strákar, ég veit að við erum með rós dagsins í blöðkasturu. En mér langaði svolítið að hendi í svona óvænt rós hérna í F9 blöð. Er það ekki lægi? Það er föstudagur Þú má trósa í hverju þetta sko. Já, mér langaði bara svona rétt að henda því hérna inn. Komdu með það. Er það því að ég fóð með dóttur mína á Ababab í bíó og hún var frábær og hún skemmti svo konunglega, hún áttar kom í bíónum helgina og er bara hún fjölskyldumynd, svona flott mynd, þetta er hérna söngvamynd og hún er bara frábær Nanna Kristín gerina og hún fær hrósið og svo ætla ég að gefa líka örstuð, það er okkar besti maður Snorri Helga sem var að gefa út plötuna Víðhlíð sem ég fannst vera frábær, ég er búin að renna inn í gegnum, hún er gegnum þetta er svona, þetta er hann ekki með tónleika eitthvað? Nei, tónleikarnir voru gær, já, við komumst ekki það, við vorum annars staðar, en annars hefði ég pott farið. Við erum bara í brúðköp morgunfélagarnir og Edduna á sunnudaginn og svo eru Eddan á sunn er Eddan í TV á sunn, getur fólk hlamma sig í sófan og hort á blöð Tappa? Nei, það er rosalega Við tökum blöðkastir á þriðjudaginn Til að gefa ykkur frí þarna eftir Edduna Ég líka verði, þú nær ekki í mig á mánudaginn Ég verði í sófanum og dreigi fyrir allan daginn En blöðkastir verður hins að komið inn á þriðjudagi Annars heyrustu við bara næsta fösta Góða helgi kæru hlustendur og takk fyrir daginn